Gleraugun í gær og það var verið að Bíddu Ég set það á fundi í bæjarstjórn, þetta er fundur númer 3473 og annar svona
reglulegi fundin okkar sem við höldum hér í fjarfundabúnaði. Fyrir okkur liggur dagskrá í 8 liðum og fyrsti liður á dagskrá er ársreikningur Akureyrarbæjar fyrir árið 2019 og til máls tekur bæjarstjóri Ásthildur Sturludóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ársreikningur Akureyrarbæjar fyrir árið 2019 var lagður fram og kynntur af endurskoðendum bæjarins í bæjarráði þann 16. apríl og vísað þaðan til fyrri umræðu í bæjarstjórn. Ég mun hér á eftir fara yfir helstu stærðir ársreikningsins en hann er líkt og fram kemur í skýrslu áritun bæjarráðs og bæjarstjórnar gerður í samræmi við sveitarstjórnarlög, lög um ársreikninga, reglugerð um bókhald og ársreikninga sveitarfélaga sem og auglýsingar stjórnvalda reikningsskil sveitarfélaga. Að sjálfsögðu er hægt að tína til ýmsar aðrar stærðir í slíkri upptalningu en ég vona hins vegar að þessi samantekt gefi nokkuð glögga mynd af fjárhagslegri stöðu sveitarfélagsins. Ársreikningurinn er settur fram samkvæmt reikningsskilum sveitarfélaga. Starfsemi bæjarins er skipt upp í 2 hluta. A-hluta annars vegar og B-hluta hins vegar. Til A-hluta telja starfsemi sem er fjármögnuð með skatttekjum, tekjum frá jöfnunarsjóði og þjónustutekjum. Er að ræða aðalsjóð, fasteignir Akureyrarbæjar, framkvæmdamiðstöð og eignasjóð gatna. Til B-hluta sveitarfélagsins teljast fjárhagslega sjálfstæð fyrirtæki sem að hálfu eða meirihluta er í eigu sveitarfélagsins en rekstur þeirra er að stofnun til fjármagnaðar með þjónustutekjum. Fyrirtækin eru félagslegar íbúðir, strætisvagnar Akureyrar, öldrunarheimili Akureyrarbæjar, bifreiðastæðasjóður Akureyrarbæjar, Hafnasamlag Norðurlands, Norðurorka hf, byggingasjóður Náttúrufræðistofnunar og gjafasjóður öldrunarheimila Akureyrarbæjar. Framkvæmdasjóður Akureyrarbæjar sem fallið hefur undir B-hluta var færður yfir í aðalsjóð frá og með 1. janúar 2019. Almennt má segja að rekstur samstæðu Akureyrarbæjar hafi verið viðunandi á síðasta ári og rekstrarniðurstaða ársins nokkuð betri en fjárhagsáætlun gerði ráð fyrir. Og ef við snúum okkur að reikningnum sjálfum og byrjum á rekstrarreikningnum, eins og niðurstöður ársreikningsins bera með sér var árið 2020 nokkuð betra en áætlanir gerðu ráð fyrir. Rekstrartekjur A og B-hluta voru samtals 27,2 milljarðar króna á árinu 2019 og skiptast þannig að skatttekjur útsvara fasteignaskattur námu rúmlega 12,3 milljörðum, framlög jöfnunarsjóðs sveitarfélaga námu 3,7 milljörðum og þjónustutekjur voru tæplega 11,2 milljarðar króna. Tekjurnar eru nærri 900 milljónum krónum hærri en gert var ráð fyrir í fjárhagsáætlun og tæplega 1,6 milljarði hærra en árið áður. Rekstrargjöld samstæðunnar fyrir fjármunatekjur og fjármagnsgjöld námu tæpum 23,7 milljörðum króna en þar af voru laun tæpir 15,1 milljarðar. Áætlun ársins gerði ráð fyrir að launin yrðu 15,04 milljarðar. Þannig að áætlunargerðin og raunniðurstaðan er nokkurn veginn á pari. Rekstrarniðurstaða fyrir fjármunatekjur og fjármunagjöld er því jákvæð 1,6 milljarðar. Að teknu tilliti til fjármunatekja og fjármunagjalda er afkoman jákvæð 468 milljónir en áætlun gerði ráð fyrir að niðurstaðan yrði neikvæð tæpar 17 milljónir. Þetta jákvæða frávik á sér sínar skýringar sem felast aðallega í hærri tekjum og lægri fjármagnskostnaði. Gjaldfærð lífeyrisskuldbinding samstæðunnar var það bil á pari við það sem áætlað var eða 361 milljón króna. Það er umtalsverð lækkun frá fyrra ári þegar lífeyrissjóðsskuldbindingin hækkaði rúman milljarð króna. Þessi útgjaldaliður er ein mesta óvissan ár hvert í rekstri sveitarfélaga og má gera ráð fyrir að hækki umtalsvert á næstu árum með launahækkunum. Rekstur sveitarsjóðs og A-hluta bæjarins er tæpum 700 milljónum krónum betra en áætlun gerði ráð fyrir eða 57 milljónir í stað neikvæðrar afkomu 628 milljónir. Það skal þó nefnt að aðalsjóður er enn rekinn með tapi þó svo að tapið hafi helmingast frá því sem áætlað var. Skýringarnar eru að mestu leyti hærri tekjur sem nú nema rúmum 100 milljónum, hærri tekjum frá jöfnunarsjóði 90 milljónir og hærri öðrum tekjum eða 363 milljónum króna og þar af hagnaður af sölu Reykja til Norðurorku 83 milljónir. Lægri fjármagnskostnaður sem nemur rúmum 400 milljónum króna á móti hærri rekstrargjöldum upp á rúmlega 319 milljónum.
Í þessu samhengi einnig áhugavert að skoða yfir rekstur málaflokka sem heyra undir aðalsjóð sérstaklega. Fjárheimildir fyrir einstaka málaflokka eru samþykktar af bæjarráði og það verkefni ráðinna stjórnenda bæjarins að sjá til þess að útgjöld séu innan þess ramma sem þar markaður. Ef yfirlitið við málaflokkana á blaðsíðu 15 skoðuð, kemur í ljós að langflestir málaflokkarnir voru reknir innan eða kringum samþykktar fjárheimildir og í þeim tilvikum þar sem svo var ekki var frekar lítil frávik að ræða. Helstu frávikin í A-hluta eru í snjómokstri og við rekstur Hlíðarfjalls. Þessar tölur eru þannig til marks að almennt hafi stjórnendur bæjarins gengið vel að halda sig innan þess útgjaldaramma sem ákveðinn var. Það full ástæða til að þakka stjórnendum og starfsmönnum bæjarins fyrir þeirra þátt í jákvæðri niðurstöðutölu ársreikningsins. Þá förum við yfir efnahagsreikninginn. Litlar breytingar eru á efnahagsreikningi frá fyrra ári. Eignir bæjarins eru nú tæpar 51,6 milljarðar króna og hækkar þar með tæplega 3 milljarða milli ára. Þegar horft til skuldasamstæðunnar þá greinast þær þannig að langtímaskuldir samstæðunnar nema rúmlega 20,8 milljónum króna en skammtímaskuldir tæplega 4,3 milljörðum. Við þetta bæta síðan lífeyrisskuldbindingar upp á rúmlega 4,2 milljarða. Samtals eru skuldir samstæðunnar því 30 milljarðar króna og hafa hækkað 560 milljónir á árinu. Eigið fé samstæðunnar rúmlega 26,4 milljarðar og hækkað 1,6 milljarða á árinu. Ef eingöngu horft til A-hlutans, þá aukast eignir hans rúman milljarð króna að verðmæti og fara rúmur 33 milljarðum í 34. Skuldir og skuldbindingar A-hluta nema alls rúmlega 19,7 milljarðum króna og eigið fé því rúmlega 14,3 milljarðar. Eiginfjárhlutfall A-hlutans svipað og samstæðunnar í heild eða 42%. Langtímaskuldir samstæðunnar skiptast þannig að 6,6% þeirra eru í erlendum gjaldmiðlum en rúmlega 93% í íslenskum krónum. Erlendir hluti skuldana fyrst og fremst hjá Norðurorku. Fjárhagur Akureyrarbæjar traustur og nam skuldaviðmið samstæðunnar í árslok 73% en samkvæmt reglum eftirlitsnefndar með fjármálum sveitarfélaga var það 75% árið áður. Skuldaviðmið í A-hluta var 55% í árslok en var 59% árið áður. Rétt að nefna að skuldaviðmið má samkvæmt sveitarstjórnarlögum ekki vera hærra en 150%. Akureyrarbær því langt undir því viðmiði. Og þá það sjóðstreymisyfirlitið. Eina mikilvægustu kennitöluna í rekstri sveitarfélaga að finna í sjóðstreymisyfirlitinu, þar veltufé frá rekstri. Sú tala gefur best til kynna getu sveitarfélagsins til framkvæmda og greiðslu langtímalána eftir daglegan rekstur. Veltufé frá rekstri hjá samstæðunum nam 3 milljörðum króna. Áætlunin hafði gert ráð fyrir tæplega 2,6 milljörðum króna í veltufé frá rekstri fyrir árið 2019. Veltufé frá rekstri árið 2019 hlutfalli við tekjur nam 10,9% í samstæðunu og 7% í A-hluta. Árið áður voru hlutföllin 12,6% í samstæðinu og 8,5% í A-hluta. Fjárfestingarhreyfingar samstæðunnar námu samtals 3,8 milljónum króna. Fjárfest var í varanlegum rekstrarfjármunum fyrir 3,7 milljarða króna sem var tæplega 400 milljónum krónum minna en áætlað hafði verið. Mest þetta vegna fjárfestinga Norðurorku í hitaveitulögn frá Hjalteyri og í fráveitustöð í Bótinu á Akureyri. Einnig var fjárfest á sviði fræðslu og íþróttamála fyrir samtals 700 milljónum króna en í A-hluta var fjárfest fyrir rúmlega 900 milljónir. Og í hafnarsjóði var fjárfest fyrir rúmar 300 milljónir. En frekari sundurliðun má sjá í skýringu 7 með ársreikningnum. Fjármögnunarhreyfingar samstæðunnar voru jákvæðar samtals 197 milljónum króna en minna var tekið af lánum en áætlað var. Í heildina hækkuðu skuldir sveitarfélagsins tæplega 500 milljónir. Afborganir langtímalána námu rúmlega 643 milljónum króna en ný langtímalán námu 787 milljónum króna. Handbært fé sveitarfélagsins
lækkaði 1138 milljónir króna á árinu og var tæplega 1,7 milljarðar króna í árslok 2019. Veltufjárhlutfall samstæðunnar var 1,15 í árslok og A-hlutans var það 1,17 í árslok og það mjög ásættanlegt í báðum tilfellum. Eins og hér hefur komið fram þá gekk rekstur Akureyrarbæjar þokkalega á árinu 2019. Rekstrarniðurstaðan skárri en áætlað var enda aðhalds gætt í hvívetna. Þessi niðurstaða styrkir stöðu bæjarins gagnvart þeim verkefnum sem framundan eru og því efnahagsumhverfi sem við að glíma í kjölfarið af COVID-19 heimsfaraldrinum sem nú heldur heiminum í heljargreipum. Þrátt fyrir betri niðurstöðu en áætlað var ljóst að hefðbundinn rekstur sveitarfélagsins mjög viðkvæmur fyrir öllum hækkunum útgjalda og lítið má út af bregða svo ekki verði hallarekstur. Mig langar sérstaklega að nefna rekstur öldrunarheimilanna sem mikið áhyggjuefni og var tap af rekstri þeirra 352,4 milljónir króna á árinu 2019. Ljóst að framlag ríkisins til rekstrar dugir engan veginn til að halda uppi eðlilegum rekstri heimilanna. Viðræður hafa átt sér stað við heilbrigðisráðherra reksturinn sem ekki hafa árangur borið, en ég tel nauðsynlegt að endurlína ekki frekar samninga reksturinn og skila rekstrinum aftur til ríkisins. Það verður enn fremur mikil áskorun fyrir sveitarfélagið að takast á við það bil 10% launahækkun á þessu ári og þá sérstaklega fyrir aðalsjóð, samhliða mögulegu tekjufalli og erfiðum verkefnum í samfélaginu. Það verður því áfram verkefni bæjarstjórnar að vinna að því að treysta rekstur bæjarins til framtíðar og vinna að því að auka tekjur og gæta ýtrasta aðhalds í útgjöldum. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil í lokin þakka stjórnendum og starfsmönnum Akureyrarbæjar fyrir gott samstarf á árinu 2019. Það hefur reynt verulega alla starfsemi okkar á undanförnum mánuðum og mun áfram gera. Ég vil sérstaklega þakka fjármálastjóra okkar Dan Brynjarssyni fyrir traust og gott samstarf og með sama hætti vil ég þakka endurskoðendum bæjarins, Davíð Búa Halldórssyni og Níelsi Guðmundssyni og starfsfólki þeirra hjá Enor hf. Fyrir þeirra vinnu við frágang reikningsins og mjög gott samstarf á liðnu ári. Síðast en ekki síst vil ég svo þakka ykkur bæjarfulltrúum fyrir gott og ánægjulegt samstarf á það sem af kjörtímabilinu. Það einstakt að eiga svo gott samstarf við svo samhenta bæjarstjórn. Að lokum legg ég til að ásetningnum verði vísað til bæjarráðs og til síðari umræðu í bæjarstjórn að loknum umræðum hér á fundinum. Takk fyrir það. Bæjarstjóri Ásthildur Sturludóttir hefur lokið máli sínu. Orðið laust. Það sem enginn hefur hvatt sér hljóðs. Það þeir sem geta samþykkt það vísast til bæjarráðs og svo seinni umræðu í bæjarstjórn gefur merki. Ég var að kalla eftir orðinu, frú forseti. Já, ok, ég sá það ekki. Gjörðu svo vel. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason. Mér langar aðeins til þess að nefna nokkur atriði úr þessum ársreikningi sem ég held að séu bara nauðsynlegt að fara aðeins yfir. Það vissulega rétt að það ýmislegt sem jákvætt í þessum ársreikningi. Það veltufjárhlutfalli, veltufé frá rekstri og veltufjárhlutfalli, allt þetta í sjálfu sér mjög gott og jákvætt. Og það jákvætt líka eins og hefur nú komið fram hjá sumum að aðalhlutinn rekinn með eilitlum afgangi þetta árið eins og 2013. En ástæðan náttúrulega fyrst og fremst sú að 2013 var fráveitan seld til Norðurorku og núna voru reykir seldir til Norðurorku sem gerir það að verkum að hlutinn kemur út í jákvæðum hætti en ekki neikvæðum på 25 milljónir sem hann hefði gert ella. Þannig að við þurfum aðeins að átta okkur á því hvað það sem í raun og veru gerir þetta jákvætt í alvörunni. Svo finnst mér alltaf þegar verið að ræða ársreikningin að það tala mikið samstæðuna. Samstæðan byggir á því að þar erum við með 2 gullegg sem hafa verið Hafnarsjóður og Norðurorka og sem gerir það að verkum að samstæða skilar svona almennt afgangi nema hallinn sé þeim mun meiri á aðalsjóði og þá leið að hlutanum.
eins og stemdi í áætlun þess árs, þar séð 2019. Vegna þess að sko starfsmenn hljóta náttúrulega velta því fyrir sér og stjórnendur stundum líka að við básúnum það að hér sé rekstur bæjarins bara í góðum farvegi, það töluverður afgangur á samstæðunni og sama tíma verið að hvetja til þess að draga saman í rekstri, beita aðhaldi og öðrum aðgerðum vegna þess að við þurfum að taka á rekstri. Það fer ekki sama hljóð og mynd. Og mér finnst umræðan þurfa að vera dálítið meiri A-hlutann frekar en samstæðuna, alltént að fara yfir hvort tveggja þannig að jafnræðis sé gætt. Svo getur maður velti fyrir sér sko hvert aðhaldi Það er alveg rétt að skuldahlutfalli hefur til þess lækkað. Og sem bara hið besta mála komið niður í 55% í aðalsjóði miðað við reiknireglur sambandsins skuldahlutfalli sem á mestur á 150%. En þetta stafar náttúrulega kannski að hluta til að því að framkvæmdir voru frekar litlar á síðasta ári og svo hitt að tekjurnar voru töluvert hærri heldur en við gerðum ráð fyrir. Þannig að það allt í lagi og bara jákvætt í það. Á sama tíma þá erum við að horfa á það að íbúaaukningin hér eða fjölgun íbúa 110 á síðasta ári. 131 árinu þar á undan. Þetta farið að minna svona pínlítið á kreppuárin og þetta eitthvað sem við hljótum að þurfa að hafa einhver áhyggjur af vegna þess að þetta hefur áhrif á tekjustrýmið inn til sveitarfélagsins og sérstaklega inn í A-hlutann. En á sama tíma erum við að horfa á það þegar við tölum aðhald. Það samkvæmt ársreikningi í fyrra þá fjölgaði stöðugildum 38 og núna fjölgar 25 í A-hlutann. Fjölgunin meiri þegar við horfum inn í raun og veru inn í samstæðuna sem heild. Og þá fer maður svona að veltaði fyrir sér hvað hefur þetta einhver áhrif? Já, þetta hefur áhrif. Við erum búin að hamra á því í mörg ár. Að besta aðhaldi sem sveitarfélagi getur veru haft á þessum rekstri, það reyna að halda í stöðugilda aukningu með mjög ákveðnum hætti. Og ef ég tek þessi til dæmis bara þessi 63 stöðugildi, af því að þetta eru 63 ársverk, og uppreikna þau launakostnaði í A-hlutanum, þá sé ég ekki annað en að við séum að tala tæplega 600 milljónir króna sem hafa bæst inn í reksturinn vegna þessara stöðugilda á síðustu 2 árum. Og við erum á sama tíma að berjast við verulegan halla á aðalsjóði. Og þetta að nánast allt saman í aðalsjóði. Þannig að það alveg morgunljóst að þarna verk að vinna ef menn ætla að snúa þessu við vegna þess að það búið að senda okkur ákveðna svona aðvörun frá nefndum eða eftirlitsnefndum fjármálssveitarfélaga og það hefur komið fram að Akureyrarbær þarf að huga því og vinna í því að gera reksturinn sjálfbær sem hann stefnir ekki að vera með þessu móti. Og ég velti því bara upp að ef við tökum hóflegan hluta af umfram rekstrinum á öldrunarheimilunum, þá getum við að tala og segðum að það væru fjármunir sem ríkið ætti að standa undir. Það kemur bara 170 milljónir af þessum 350, bara svona til að slá eitthvað yfir. Þá erum við komin vel á 800 milljónir sem við getum haft þarna í sveiflu. Og við erum átt okkur á því að við verðum að hjóla inn í þetta verkefni vegna þess eins og kom fram í máli bæjarstjóra. Þá eru lífeyrisskuldbindingarnar frekar lágar þetta ári en þær verða miklu hærra næsta ári. Ef allt væri eðlilegt þá stefnum við í verulega aukningu á útgjöldum bara vegna launahækkana eins og kom fram í máli bæjarstjóra og
lífeyrisskuldbindingarnar verða örugglega miklu hærri líka, ekki bara vegna launahækkanna, líka vegna þess að rekstur lífeyrissjóðs Akureyrarbæjar mun ekki gefa það af sér sem hann gaf af sér á þessu ári, sem var mjög gott ár. Þannig ég vil aðeins bara benda á þetta að það verður að fara að gera eitthvað í þessum málum og það er bara undirliggjandi stórt verkefni framundan. Það er bara mitt mat og ég held að þið sjáið það öll að þið fyrir að skoða þessar tölur. Og það sem er kannski umhugsunarefni í þessu að því að við erum að tala að áætlun standist nokkurn veginn rekstara niðurstöðuna. Það er líka hitt að við erum búin að samþykkja fjölmarga viðauka sem eru komnir inn í áætlunina. Þannig að upphaflega áætlunin, hún er ekki í samræmi við þessa rekstara niðurstöðu og það er svo sem að hluta til eðlilegt og hluta til ekki. Þannig að við þurfum svona að mínu mati að taka til hendi í þessu efnum ef við ætlum að ná að koma rekstri þessa sveitarfélags á réttan kjöl. Þetta vildi ég leggja aðeins inn í púkkið í umræðinu. Takk. Takk fyrir þá bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason að lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson. Forseti ágætu bæjarfulltrúar. Já, ég vil byrja á því að þakka Ásthildi bæjarstjóra fyrir ágæta yfirferð á ársreikningnum. Það er alltaf bæjarfulltrúi Gunnar kom inn á það að það væri verið svolítið mikið að horfa á samstæðuna í þessum fréttatilkynningu og því sem að var verið að kynna hér áðan og svo framvegis en ég minni nú bæjarfulltrúi Gunnar á það að við höfum svona á undanförnum árum lagt mikla áherslu á það í rauninni við kynningu ársreikningum að þó að það sem öðrum hætti núna þá höfum við lagt áherslu á það í rauninni að fara svolítið yfir rekstrartölu A-hluta vegna þess að það er það sem að við svona skiptir okkur bæjarfulltrúa meira máli og er það sem að við höfum meiri áhrif á og bæjarfulltrúi bendir réttilega á það að í samstæðinu séum við með tvær mjög öflugar stofnanir, það er að segja Norðurorku og Hafnarsjóð sem að hafa í rauninni rétt við hlut bæjarins. Það er alveg rétt líka sem að bæjarfulltrúi Gunnar benti á að það er verk að vinna í þessum málum og við höfum svona sjáum það að aðalsjóðurinn er að þó að niðurstaðan hans sé betri á þessu ári þegar við horfum fram hjá lífeyrisskuldbindingunni sem mér finnst vera í rauninni stærsti þátturinn í þessu, þá í rauninni erum við í skal ég segja ykkur aðeins slakari niðurstöðu heldur en hefur verið á síðustu ári. Við vorum aðalsjóður var að batna ef við horfum fram hjá lífeyrisskuldbindingunum á árunum þar á undan. Svona aðeins kom laggi í það 2019 lítið sláttari, það var ekki mikið en svo 2018 fyrir 2019 þá verður það aðeins sígur aðeins ógjafi hliðina. Þetta er náttúrulega útheimti það og við höfum náttúrulega talað um það mikilvægt sé fyrir okkur að fara í það að skoða hvað við fengum þetta bréf þarna í árslok 2019 frá eftirlitsnefndinni þar sem var kallað eftir því að við brygðust við í rekstri A-hlutarins og við erum þegar búin að setja upp svar við því bréfi og sendum á eftirlitsnefndina. Þar á meðal annars erum við að skoða rekstur öldrunarheimila sem að bæjarstjóri fór ágætlega inn á hér áðan og hún kom líka ágætlega inn á það að það væri verk að vinna, þetta væri ekki ásættanlegt og það er alveg að sjálfsögðu það sem við þurfum að takast á í bæjarstjórn. Það er sjálfsögðu sér að koma rekstrinum í betra horf vegna þess að það er alveg ljóst að þetta er ekki sjálfbært svona til lengdar og Gunnar bendir réttilega á það að starfsmannafjöldi og stöðugildi hefur vaxið og þetta er eitthvað sem við þurfum að huga að. Ég við höfum tekið þessa umræðu áður en við svona þetta er áhyggjuefni að við sjáum stöðugildi aukast ár frá ári. Vissulega er einhver aukning á starfsemi en við þurfum að takast á við þetta að mínu mati. Ég held í rauninni skal ég sér að við séum þó að gera ágæta hluti. Bæjarfulltrúi Gunnar benti á það að við værum að gera viðauka. Við gerðum, nokkuð marga viðauka. Ég held að við komið yfir 10, jafnvel 12 viðaukar á síðasta ári, ég er ekki alveg með töluna, 12 viðauka held ég. Og það er bara til þess vegna að við erum að fylgjast með rekstrinum. Það er verið að vinna eftir réttum vinnubrögðum. Það er að segja það ef að menn eru að þurfa að grípa til ráðstafana þá þurfa menn að óska eftir viðauka. Þannig að fjöldi viðauka var náttúrulega meiri
heldur en sem sagt ég var þá 12 stykki á síðasta ári. Auðvitað vill maður helst í rauninni sjá það að menn geti haldið sig alfarið við fjárhagsáætlun en það koma oft upp óvænt atvik sem þarf að bregðast við og margir af þessum viðaukum koma vegna ófyrirsjáanlegra atburða, þar að segja varðandi til að mynda starfsmat og launahækkana sem að við í rauninni svo sem höfum lítið að segja, sem eru bara kjarasamningsbundið, en við höfum þó reynt að keyra árið 2019 þannig að reyna að halda í svona viðauka vegna almenns rekstrarkostnaðar og ég held að okkur hafi tekist það bara nokkuð vel. Þetta sýnir það að í rauninni að við svona, já, þannig að þetta er alltaf barátta en það er alveg klárt mál og við tek alveg undir við bæjarfulltrúa Gunnari að við þurfum að það er verk að vinna og til þess erum við í bæjarstjórn og við ætlum að halda áfram að vinna þessi verk en við verðum líka þegar að við komum með svona niðurstöðu, þetta er fyrsta skipti síðan 2013 sem A-hlutin með hagnað. Jú, vissulega er það rétt að við seldum þarna frá okkur Reyki og það myndar þarna einhver 86 milljónir króna tekjur vegna þess. Árinu 2013 var verið að selja frá okkur fráveituna. Það hefur allt áhrif en hins vegar þarna þá er einhvað síður ástæða til þess samt sem áður á þessum tímum að vera þó bara pínlítið ána með það að A-hlutin skuli vera í plústölu, sérstaklega í ljósi þess að eftirlitsnefndin gerði athugasemdir við þetta hjá okkur og við höfum svo sem bent á það að stærsti þátturinn í þessu mikla tapi hjá A-hlutanum á undanliðnum árum hefur verið vegna mikilla lífeyris skuldbindinga og það er bara svona svolítið breyttur veruleiki frá því sem var. Það er líka lág verðbólga sem hefur líka gert okkur gott en lífeyrisskuldbindingar eru það sem hefur svona verið kannski hvað stærsti liðurinn á umliðnum árum sem hefur haft svona dálítið mikil áhrif á niðurstöðu A-hlutans. En ég ætlaði nú bara að láta þetta duga. Það er bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson, lokið málsins, næst tekur til máls bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, ég ætla nú að biðjast afsökunar að hafa gleymt að nefna það áðan. Forseti ágætu bæjarfulltrúar sem sagt. En ég tek undir allt sem þú ert búin að segja bæjarfulltrúi Guðmundur í sjálfu sér að það sem að maður er kannski að velta fyrir sér í öllu þessu samhengi. Það er að við förum að stað með fjárhagsáætlun sem gerir ráð fyrir fækkun stöðugilda. Svo komum við allt í einu inn í út fyrir árunum með verulega fjölgun stöðugilda og maður veltir fyrir sig hvar var þessi fjölgun í raun. Ég hef verið að hugsa þetta og við reyndar fleiri sem við rætt þetta og við erum bara að reyna að velta því fyrir okkur hvaðan komu öll þessi stöðugildi. Þessi 2 ár í raun þegar maður fer að pæla í þessu. Og ég held að það sé alveg rétt að áætlana það hefur verið lögð meiri og betri vinna í áætlana gerðina og farið að reyna að horfa til staðreynda og það hefur verið að reyna að fylgjast með stöðugilda þróun hjá sveitarfélaginu. Þetta er náttúrulega atriði kannski sem að ég er bara að benda á að við þurfum að leggja meiri vinnu í ef við ætlum að ná tökum á þessu. Ég ætla svo sem ég get að fara nánar í þetta. Þetta er bara verkefni sem verður að leysa. Takk. Það er bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason, lokið máli sínu, orðið er laust. Þessi fleiri hafi ekki kvatt sér hljóðs. Guðmundur Baldvin Guðmundsson, bæjarfulltrúi tekur til máls. Já, ég setti upp hendina. Ég ætlaði bara aðeins kannski að fara inn á það í rauninni að við varðandi málefni setti í rauninni stöðugildaaukninguna. Þetta er áhyggjuefni og ég bara tek undir með bæjarfulltrúi Gunnar í þeim efnum og við viljum skoða þetta og eitt af því sem náttúrulega er hjá okkur sem er til að mynda stór þáttur í rekstri umfram mörg önnur sveitarfélög sem berum okkur saman, það er málaflokkur málefni fatlaðra og þar í rauninni erum við að sjá að við höfum náttúrulega þurft að vera að bæta í þjónustur þar og það má segja kannski að hluta þessari stöðugildaaukningu sem við erum að ræða væntanlega snýr að málaflokknum málefni fatlaðra. Við erum núna þegar búin að fá frá jöfnunarsjóði 8 milljónir króna til þess að fara í greiningu á þeim málaflokki og við fáum væntanlega á næstu mánuðum greiningu á því frá ráðgjafa sem við ætlum að fá til verksins. Þannig að ég vænti þess að til að mynda þar erum við að sjá kannski aukna þjónustuþörf sem kallar á aukin mannskap og starfsmannafjölda og þetta er eitthvað sem ég held að kannski leiði í ljós hvar í rauninni raunverulega aukningin er.
við þurfum bara að fara í gegnum þetta og ég held að við sem öll að vilja gera til þess í rauninni að ná tökum betri á rekstrinum og vorandi skilum við þessu frá okkur betur í lok kjörtímabilsins heldur en að við byrjuðum í upphaf þess. Takk fyrir. Það er bæjarfulltrúi Guðmundur Baldur Guðmundsson lokið máli sínu. Ástæðan fyrir að ég eitthvað aðeins sein átta með þessari rafrænu hönd að það eitthvað laggur á netinu hérna. Tekur svolítið tíma allavega að birtast hjá mér. En orðið laust. Svo ætla ég að gefa okkur bara næst til máls bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar, takk fyrir umræðuna hérna í dag og sérstaklega þakki til þín Ásthildur fyrir þessa umræðu. Ég langaði bara að bæta inn í þetta að við höfum náttúrulega marg oft rætt rekstur bæjarins og við erum öll fullilega meðvituð það og höfum auðvitað rýnt þessa reikninga öll held ég hvert og eitt og þekkjum það ágætlega hvar við þurfum að taka og ég upplifi bara að einmitt eins og bæjarfulltrúi Guðmundur nefndi að við séum og ekki síst í undir dyggri stjórn bæjarstjóra að vinna ansi vel að úttektum á þessum málum og auðvitað kannski ekki alveg hægt að segja að allur bæði að skoða málaflokk fatlaðra en síður og hvenær að fylgja fjármunir tilteknum verkefnum. Það er náttúrulega á endanum skiptir öllu máli hvort að stöðugildaaukningin sé fjármögnuð okkur og öðrum. En það sem ég langaði hins vegar að segja, fyrir utan það að við erum öll ofboðslega meðvituð það að það þarf að gera betur í rekstrinum og við erum að vinna hörðum höndum með því og fara í þessar úttektir, að þá vil ég samt fagna því að það sé núna þegar að samfélagið okkar þarf á því að halda að á þess að við þurfum að fara og auka rekstrakostnaðinn sjálfan sem svona ongoing eða áframhaldandi að þá höfum við borð fyrir báru til þess að fara í einstaka verkefni vegna skuldahlutfallsins og ég held að það séu mikil gleðitíðindi fyrir bæjarfélagið og atvinnulífið og svæðið og okkar mikilvæga verkefni að taka því alvarlega núna þegar að ástandið eins og það í atvinnulífinu. Við heyrum það öll hvernig fyrirtæki og eru að berjast í bökkum. Það er eiginlega alveg skelfilegt og maður fær hreinlega fyrir hjarta þegar maður horfir á atvinnurekendur á svæðinu og í þessari óvissu. Ég held að sé eitt af mikilvægasta sem við getum gert núna að horfa til þess hvað við getum gert sem bæjarfélag og til þess að koma hjólunum í gang og því fagna ég bara einstaklega vel að staðan sé svo að við getum það. Hitt svo annað mál sem sannarlega rétt eins og hefur verið rætt hérna og við öll milljón og tvisvar sinnum rætt að það reksturinn til lengri tíma eitthvað sem við þurfum að taka föstum tökum. En ég vildi fá að nefna þetta því ég held að þetta skipti alveg svakalega miklu máli líka inn í umræðuna til almennings. Að það þó borð fyrir báru til þess að fara í einskiptis aðgerðir eins og síðan að þakka fyrir það hvað bæjarstjórn hefur verið að því að við höfum nú verið á vinnufundum einu sinni í viku öll saman, að við séum svolítið að vinna saman í liði á þessum tímum. Ég held að samfélagið, við vitum það öll hvað það skiptir miklu máli. Annars bara þakka ég fyrir góða umræðu. Það er bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir lokið máli sínu næst til máls bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason. Þetta ágætu bæjarfulltrúar, fyrst að það ferði að opna hérna COVID-umræðina og stöðu bæjarins hvað hana varðar, þá finnst mér eðlilegt að við hinn bara leggjum eitthvað orð í belg hvað það varðar. Það er alveg morgunljóst að rekstur bæjarins á þessu ári hann verður ekki neinu samræmi við það sem verið hefur. Hins vegar líka morgunljóst að ef við hefum haldið betur á spilunum þá værum við enn betur stödd og í stakk búin til að takast á við það verkefni sem býður okkar. Og það er vissulega rétt að það er gott að hafa lágt skuldahlutfall til að geta stokkið til og tekið lán til þess að standa undir einhverjum af þeim framkvæmdum sem við þurfum að fara í og þeim aðgerðum. Vissulega rétt. En við skulum líka muna það að það má reikna með verulegu tekjufalli hjá bænum. Þannig að skuldahlutfalli eitt og sér mun breytast bara vegna þess sem getur líka orðið okkur snúið. Þannig að ég bara benda á það að við þurfum hvernig svo sem við höldum á spilunum alltaf að reyna að hugsa rekstur bæjarins þannig að við séum í sér bestri stöðu á hverjum einasta tíma. Og þess vegna verðum við að horfa inn á við þegar við erum að gera upp svona reikninga eins og ársreikninga á hverju ári. Og þetta náttúrulega það sem við erum að taka tillit til í fjárhagsáætlun líka. En það vissulega rétt og við munum
og við höfum hingað til allavega staðið saman það að grípa til þeirra aðgerða sem þarf að grípa til, hverja svo sem þær verða, því að ekki vitum við það nema litlu leyti ennþá. Takk. Það er bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason lokið máli sem ég ætla að biðja varaforseta að taka í stjórnina og gefa mér orðið. Bæjarfulltrúi Halla Björk Reynisdóttir, tekur þú máls? Takk fyrir það. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég ætla að byrja að þakka eins og aðrir Ásthildi Sturludóttur bæjarstjóra fyrir yfirferðina á ársreikningnum. Mér langaði aðeins til að koma inn í þessa umræðu því að ég held að eins ánægilegt og að niðurstaðan á reikningnum þá gerum við okkur hér öll inni grein fyrir því að verkefnið ekki farið frá okkur. Það að halda betur utan reksturinn, að koma honum í sjálfbæra horf sem hefur verið verkefni síðustu ára. Þannig að þessi skilaboð en á sama tíma eins og bæjarfulltrúi Hilda Jana kom inn í, þá afskaplega ánægilegt að skuldahlutfalli sé með þeim hætti að við getum mögulega, eins og bæjarfulltrúi Gunnar kom líka, skuldsett okkur og tekist á við tímabundnar strengingar sem við erum öll að fara í gegnum og við öll saman, og ég ætla þá að hrósa okkur sem bæjarstjórn og minnihlutanum sérstaklega fyrir að koma með okkur í það verkefni og ég held að sé ofboðslega mikilvægt að næstu mánuðir að við séum þá samstiga í þeim verkefni sem við förum í, því að það að skuldsetja sveitarfélag eða bara hið opinbera bara til framtíðar mikið, það þýðir að við þurfum öll að vera þokkalega sammála um það. Við getum ekki bara vaðið áfram og við þurfum að vanda okkur og við þurfum á sama tíma að halda þétt utan reksturinn, það að segja rekstur sveitarfélags til lengri tíma. Þó við séum að fara einhverja aðgerði núna á þessu ári og eins og bæjarfulltrúi kom hérna fram að ársreikningur 2020 verður væntanlega ekki í neinu samræmi við 2019 og við gerum okkur fyllilega það ljóst að þá held ég að til lengri tíma við þurfum að þær aðgerðir sem við förum í, þær eru tímabundnar og þær mega ekki auka rekstrarkostnaðinn til lengri tíma. Ég læt þetta duga í bili. Bæjarfulltrúi Halla Björk Reynisdóttir hefur lokið máli sínu og færi inn eftir stjórn fundarins. Takk fyrir það. Orðið laust. Það sem fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs, þá þessi geta samþykkt að vísa þessu til bæjarráðs og síðan seinni umræðu í bæjarstjórn, gefum merki. Það eru 11, takk fyrir það. Og þá koma öðrum lið á dagskrá Lánasjóður sveitarfélaga lántaka 2020 til máls tekur bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, hér lagður fram lánasamningu við Lánasjóð sveitarfélaga vegna láns til Akureyrarbæjar til fjármagnar á fjárfestingum samkvæmt framkvæmdaáætlun 2020. Bæjarráð tók þetta fyrir á fundi sínum 2. apríl og samþykkti þetta fyrir sitt leyti og þetta hér komið til afgreiðslu í bæjarstjórn. Svona aðeins bara til að fara yfir þetta, þá var það þannig og það er kannski í tengslum við þann ársreikning sem við vorum að fjalla áðan að þá var það þannig að gert var að ráð fyrir á síðasta ári að við færum í lántökur hjá aðalhlutanum og bæjarráð gaf sviðsstjóra fjársýslusviðs heimild til þess að fara í lántökur upp á alltaf 1,5 milljarð. Hins vegar bara var það ekki kannski þörf á því fyrir þá núna á þessu ári sem menn eru þá að við erum að fara inn í þessar lántökur. Við fórum í 93 milljónir, tókum lán upp á 93 milljónir núna í fyrra árinu í tengslu við framkvæmdir í Klettaborg og núna erum við þá að ganga frá lántöku upp á 800 milljónir sem skal ég segja og eigum þá ennþá inni vilyrði hjá lánasjóðnum upp að þess að heildin var 1500 milljónir þannig að við erum búin að taka þá 900 milljónir tæpar og eigum þá 600 milljónir inni ennþá í því sem búið að heimila. Hins vegar ljóst að í aðgerðaáætlun okkar þá gerðum við líka ráð fyrir því og svona tíundu það að við myndum væntanlega þurfa að bæta í þennan pakka á árinu. Það kemur bara í ljós hvernig þetta þróast hjá okkur. En hér tillaga sem við þurfum að samþykkja, það bara bæjarstjórn Akureyrarbæjar samþykkir að taka lán hjá Lánasjóði sveitarfélaga að höfuðstólsfjárhæð 800 milljónir króna til 14 ára með jöfnum 28 afborgunum ásamt vöxtum og verðbótum.
í fyrsta skipti 5. október 2020 og með lokagjalddaga 5. apríl 2034 í samræmi við skilmála að lánasamningi sé liggja fyrir á fundinum og bæjarráð hefur kynnt sér. Bæjarstjórn Akureyrarbæjar samþykkir að til tryggingar láninu höfuðstólsfjárhæðin uppgreiðslugjaldi auk vaxta, dráttarvaxta og kostnaðar standa tekjur sveitarfélagsins samanber heimild í 2. málsgrein 68. greinar sveitarstjórnarlaga númer 138/2011 nánar tiltekið útsvarstekjur og framlög til sveitarfélagsins úr jöfnunarsjóði sveitarfélaga. Er lánið tekið vegna byggingar leikskóla, endurbóta á Glerárskóla og gatnagerð í sveitarfélaginu samanber 3. grein laga stofnun opinbers hlutafélags lánasjóð sveitarfélaga númer 150/2006. Jafnframt bæjarstjóra Ásthildi Sturludóttur veitt fullt og ótakmarkað umboð til þess fyrir hönd Akureyrarbæjar að undirrita lánasamning við lánasjóð sveitarfélaga samanber framangreint sem og til þess að móttaka, undirrita og gefa út og afhenda hvers kyns skjöl, fyrirmæli og tilkynningar sem tengjast lántöku þessari, þar með talið beiðni útborgun láns. Svo mörg eru þó orð og þetta hér lagt í dóm bæjarstjórnar til samþykktar. Það er bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson, lokið máli sínu, orðið laust. Það sem enginn hafi hvatt til hljóðs, þeir sem geta samþykkt þetta gefur merki. Það eru 11, takk fyrir það. Það er komið að 3. lið að dagskrá. Það er samfélagssvið, skipulag sviðsins og ég ætla að biðja varaforsetum að taka við stjórn fundarins og gefa mér orðið. Já, bæjarfulltrúi Halla Björk Reynisdóttir tekur til máls. Takk fyrir það forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Hér er lögð fram tillaga breytingum á skipuriti samfélagssviðs. Tillagan var lögð fram og samþykkt í frístundaráðinu 25. mars 2020, í stjórn Akureyrarstofu 27. mars og í kjarasamninganefnd 7. apríl og svo í bæjarráði 8. apríl. Bæjarráð bókaði eftirfarandi, bæjarráð samþykki nýtt skipurit fyrir samfélagssvið með 5 samhljóða atkvæðum. Jafnframt samþykki bæjarráð að laun þeirra starfsmanna sem gegna störfum sem taka breytingum vegna breytinga á skipuritinu lækki ekki meðan unnið er að mati á störfum og starfsmati og gildi svo ákvörðun til 31. desember 2021. Þetta er hér komið til umræðu og samþykktar en þarna er verið að færa skipuritið á samfélagssviði til samræmis við önnur svið og þar með verið að taka út lag sem heitir deildarstjórar og ég ætla að reyna hérna að séra mynd af þessu. Það koma upp núna. Þetta er sem sagt núverandi skipulag með deildarstjórum undir sviðsstjóra og síðan forstöðumenn þar undir og það er verið að leggja til að það breytist þá svona að deildarstjórarnir fari út, það komi þarna inn rekstrarstjóri og skrifstofustjóri jafnréttisráðgjafi en að öðru leyti eru forstöðumennirnir síðan þarna undir í einni línu. Svo hér er þetta bara lagt fram til umræðu og samþykktar. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Halla Björk Reynisdóttir er lögum máli sín og færi inn aftur stjórn fundarins. Takk fyrir það. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Sóley Björk Stefánsdóttir. Já, forseti ágætu bæjarfulltrúar. Ég ætla nú bara stutt fagna því að þarna sé tiltekið sérstaklega staða jafnréttisráðgjafa. Ég held að sé bara gríðarlega mikilvægt og að hún sé 50% held ég sé bara mjög gott mál, þannig að ég bara fagna þessu og held að þetta sé bara hið besta mál. Takk fyrir. Það er bæjarfulltrúi Sóley Björk Stefánsdóttir lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Eva Hrund Einarsdóttir. Já, forseti ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil bara líkt á Sóley fagna þessum breytingum. Ég held að þetta sé jákvæð átt. Ég held að þess að gæta samræmis heilt yfir skipti máli og ég vil líka fagna því að þarna sé komin rekstrarstjóri inn. Ég talaði nú fyrir því held ég frá 2015 að mér finnst mikilvægt að við séum með aðila sem er að fylgjast vel með fjármálahliðinni og á flestum sviðum séu aðilar sem eru sterkir á því sviði og séu sviðsstjórum til hals og traust sem og forstöðumönnum sem að hafa ekkert allir rekstrarþekkingu verið kannski sérfræður á sínu sviði. Þannig að ég
ég bara held að þetta verði verulega til góðs að þarna sé komin aðili með rekstrarþekkingu. Ég geri ráð fyrir, ég ætla að vonast til og ég held að með hvernig þetta er sett upp að þetta auki líka skilvirkni. Eina ég hef ekki séð kostnaðarútreikninga á þessu, þannig ég veit ekki hver breytingin verður kostnaðarlega séð, þannig ef að þið hafið svör við því þá er ágætt að fá það fram. Það er bæjarfulltrúi Eva Hrund Einarsdóttir lokið máli sínu. Ég ætla að biðja varaforseta að taka við stjórnina og gefa mér orðið. Já, bæjarfulltrúi Halla Björk Reynisdóttir tekur til máls. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, því að bæjarfulltrúi Eva Hrund spyr kostnaðinn, þá liggur það bara ekki fyrir. Þá eftir að fara þetta starfsmat fram, þá eftir að taka það og þannig að kostnaðurinn liggur bara ekki ennþá fyrir. Þannig að ég hef ekki svör við þessari spurningu, ég vildi bara koma því á. Bæjarfulltrúi Halla Björk Reynisdóttir hefur lokið máli sínu og færi inn aftur stjórn fundarins. Takk fyrir það, orðið er laust. Fleiri hafa ekki hvað sér hljóðs þess að geta samþykkt þessa breytingu og skipuriti gefið merki. Það er 11. Þá koma 4. lið á dagskrá, það er samþykkt fyrir frístundaráð. Til máls tekur bæjarfulltrúi Andri Teitsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Hér er lögð fram tillaga breytingum á samþykkt fyrir frístundaráð. Tillagan var samþykkt í frístundaráði 25. mars síðastliðinn og í bæjarráði 8. apríl síðastliðinn. Hér er verið að uppfæra með, má segja, minniháttar breytingum, meðal annars vísa í nýleg lög jafna meðferð einstaklinga óháð kynþætti og þjóðernisuppruna, nr. 85 frá 2018. Og einnig verið uppfæra í samræmi við breytingu sem kom fram í máli bæjarfulltrúa Höllu Bjarkar undir 3. lið, það er að segja næstu undirmenn sviðsstjóra nefnist forstöðumenn en ekki deildarstjórar. Og síðasta samþykkt frístundaráðs var staðfest í bæjarstjórn 10. apríl 2018, það er að segja fyrir 2 árum síðan. Takk. Bæjarfulltrúi Andri Teitsson lokið máli sínu. Orðið er laust. Ég ætla kannski rétt aðeins að árétta að það var sent út bara rétt fyrir fundinn nýtt, þar sem að maður hafði tekið eftir að það var orðanotkunin var Akureyrar kaupstað sem var tekið út fyrir Akureyrar bæ. Það er að bæjarfulltrúar hafi allir náð að opna það skjal fyrir fundinn. Það er ekki svo enginn sem mótmælir því. Þeir sem geta samþykkt þessa nýja samþykkt gefið merki. Það er 11. Takk fyrir það. Næst á dagskrá er skjalastefna Akureyrarbæjar. Til máls tekur bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir. Já, takk forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Liður 6 í fundargerð bæjarráðs þann 8. apríl 2020 þá voru lögð fram drög að endurskoðaðri skjalastefnu Akureyrarbæjar og drög að verklagsreglum meðferð skjala sem að bæjarráð samþykkti fyrir sitt leyti og endurskoða skjalastefnu og drög að verklagsreglum meðferð skjala og var málinu vísað til endanlegrar afgreiðslu í bæjarstjórn. Bara örstutt að markmið skjalastefnunar er að tryggja skráningu, vistun og meðferð skjala sé í samræmi við lög, reglugerðir og reglur Þjóðskjalasafns Íslands. Að öll skjöl varða málefni Akureyrarbæjar óháð formi séu upprunaleg, áreiðanleg, heil og nýtanleg, að tryggja aðgengi og öryggi skjala, að grísun skjala sé í samræmi við reglur og áætlanir þarum og auka skilvirkni og bæta upplýsingastreymi. Þetta er 4. útgáfa af skjalastefnu og eru helstu breytingarnar sem að lögðar eru til núna að stefnan var í fyrsta lagi sett upp í samræmi við útlit upplýsingastefnunar, orðalaga í kaflanum tilgangur var lagað, í umfangi, eða sem sagt í kaflanum umfang var skilgreining á skjölum tekin út og sett í staðinn í kassa efst á síðunum með öðrum orðskýringum. Og í umfangi stóð áður að reglurnar næðu til allra skjala nema bókhaldsskjala og skjala varðar laun og ráðningar. Þessar undantekningar eru núna teknar út og í markmiði var orðalag púsað til en inntak textans er óbreytt og bætt var við kaflanum leiðir að markmiðum. Í kaflanum ábyrgð var bætt við texta í ábyrgð skjalastjóra og deildarstjóra teknar út og upplýsingar persónuverndarlög voru uppfærð. Þetta er mikilvæg stefna og ég held að þetta hafi verið sem unnin var meðal annars af starfsmönnum og ekki síst henni Kristínu Sólir sem einmitt situr hérna fundin ósýnilega,
En vil ég þakka þeim fyrir og þetta mikilvægt að hafa skýra stefnu í þessum efnum. Þó þetta sé kannski ekki alltaf það sem við erum að hugsa fyrst og fremst, en að skjölin okkar séu vistuð með það sem fyllsta öryggis og hýsing gætt skiptir alveg ákaflega miklu máli til lengri tíma litið. Takk fyrir. Það bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir, lokið máls næst til máls bæjarfulltrúi Sóley Björk Stefánsdóttir. Já, forseti ágætu bæjarfulltrúar, ég nú bara fagna þessu að þetta sé komið fram og við séum að samþykkja þessa stefnu þarna. Og þó að sé einmitt kannski þannig að við erum ekkert að hugsa þetta á hverjum degi, þá það nú samt þannig að það fullt af fólki sem að hugsa alls konar atriði. Sjálf þekki ég dæmi þar sem að hefur verið reynt ítrekkað að fá aðgang að ákveðnum skjölum sem að eiga verið til hjá Akureyrarbæ frá því í byrjun febrúar. Þar sem að ræða, verið að spyrjast eftir hvað heitir það nú, samkomulag milli ráðherra og Akureyrarbæjar framfylgd sektarákvæða samkvæmt umferðarlögum. Og þetta hefur reynst bara gríðarlega erfitt og búið ítrekka núna af þessum aðila þrisvar að sem við erum að leita að aðgangi að þessum skjölum og hefur ekki fengist ennþá. Þannig að ég bara fagna þessu virkilega vegna þess að einmitt af því við erum ekki alltaf að hugsa þetta, að þá svo mikilvægt að þetta sé einhvern veginn í bara mjög góðu lagi og ég held einmitt að störf skjalavarða séu svona með þessum vanmetni störfum sem að á bakvið tjöldin sem að einmitt enginn svona pæli mikið í fyrir en að það komin upp einhver vandamál. Þannig að ég vildi bara tjá mig þetta. Takk. Það bæjarfulltrúi Sóley Björk Stefánsdóttir, lokið máli sínu og orðið laust. Það sem enginn hefur hvatt sér hljóðstig sem geta samþykkt þessa stefnu gefið merki. Það eru 11, takk fyrir það. Þá komið að 6. lið á dagskrá, svæðisskipulag Eyjafjarðarbreyting vegna Blöndulínu 3 og Hólasandslínu 3. Til máls tekur bæjarfulltrúi Ingibjörg Ólöf Ísaksen. Takk fyrir, forseti. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Hér tillaga breytingu á svæðisskipulagi Eyjafjarðar 2012 til 2024 sem var auglýst 21. janúar 2020 með athugasemdafresti til 7. mars. Áður hafði skipulagslýsingi verið auglýst og kynnt árið 2018 og kynningarfundur haldinn drög að breyttu skipulagi í júní 2019. Athugasemdir við auglýsta tillögu bárust frá 3 aðilum og var efnisatriði athugasemda og rökstuðningi svarað af starfshóp. En svæðisskipulag Eyjafjarðar 2012 til 2024 var staðfest 21. janúar 2014 en voru til að ganga frá legu flutningslína raforku í skipulagi. Í skipulaginu ákveðið að þegar tillögur og skipulagskostir liggja fyrir skuli þeir metnir með hliðsjón af áhrifum á samfélag og umhverfi og legu flutningslína auglýst sem breyting á svæðisskipulagi Eyjafjarðar 2012 til 2024. 7 sveitarfélög Ingibjörg. Já. Bæjarfulltrúi fyrirgefðu, ég ætla aðeins að stoppa þig. Það kemur eins og eitthvað sé að hljóðin í þér, spurningum á færi aðeins aftar eða eitthvað, ég veit ekki hvað það er, það kemur eitthvað svona skvíl á hljóðinu. Ok, ég prófa, stoppa mig aftur bara. 7 sveitarfélög eru aðilar að svæðisskipulagi Eyjafjarðar. Það eru Akureyri, Dalvíkurbyggð, Eyjafjarðarsveit, Fjallabyggð, Grýtubakkarhreppur, Hörgársveit og Sólbastrandarhreppur. Er þetta betra? Stefna flutningsleiðir raforku með 132 kW og hærri spennu hluti svæðisskipulagsins. Nú stendur fyrir dyrum endurnýjun byggðalínu frá Blönduvirkjun á Kröflu með 220 kW flutningslínum, Blöndulínu 3 og Hólasandslínu 3 og liggur fyrir hér tillaga til samþykktar með breytingum á svæðisskipulagi Eyjafjarðar. Langar svona rétt aðeins að fara en í gildandi svæðisskipulagi eru markmið kafla 344 og tillaga að breytingum eftir tryggja skal flutningsleiðir raforku að Eyjafirði og milli landshluta til þess að sjá almenningi og atvinnulífi fyrir nægri orku til daglegra nota.
Í akstri viðkomandi sveitarfélaga skal gera ráð fyrir Blöndulínu 3 og Hólasandslínu 3. Hólasandslína 3, ný flutningslína með 220 km mun liggja frá Akureyri austur yfir Hólmana í Eyjafirði og yfir Vaðlaheiði í Fnjóskadal. Lega Já. Það aftur eitthvað komið svona á hljóðið, svona spurning hvort þetta of hátt stillt eða eitthvað, ég veit ekki, þú veist, það heyrist rosa vel í þér þegar það heyrist, en svo kemur eitthvað skil. Ok. Við höldum áfram að reyna. Já. Lega útfærsla Blöndulínu 3, nýrar flutningslínu með 220 kV spennu eða hærri, milli Blöndustöðvar og Akureyrar, verður byggð á valkostagreiningu og umhverfismati sem framkvæmdaaðili, í þessu tilviki Landsnet, mun vinna í samráði við heimamenn, landeigendur og sveitarstjórnir. Útfærsla verður ekki skilgreind nánar í svæðisskipulagi Eyjafjarðar heldur í aðalskipulagi viðkomandi sveitarfélaga. Lega og gerð flutningslínu raforku skal taka mið af umhverfi, flugöryggi og verndun góðs ræktunarlands. Já. Við mistum alveg af þessari setningu. Hvað í gangi hérna? Prófa að lækka voljúmið á tölvunni þinni. Já, ég var nefnilega að því, sko, bíddu. Ég prófa núna því að halda áfram að stoppa mig. Já, gjörðu svo vel. Nú ég heyri vall í ykkur. Heyrið vel í mér? Já, heyri mjög vel í mér. Ok. Tekið skal mið af þingsályktunum stefnu stjórnvalda lagningu raflína sem samþykktar voru á Alþingi 28. maí 2015. Svo og væntanlegri stefnu stjórnvalda uppbyggingu raforkukerfisins. Vegna nálægðar við þéttbýli á Akureyri, línuleiðar Hólma Eyjafjarðarár sem á náttúruminjaskrá og nálægðar við Akureyrarflugvöll skal gera ráð fyrir verði lögð sem jarðstrengur frá tengivirki ofan Akureyrar, suður fyrir Akureyrarflugvöll og upp fyrir byggð. Til tæknilegra og efnahagslegra forsendna til þess að leggja hluta Blöndulínu 3 sem jarðstreng til að tryggja hámarksöryggi við Akureyrarflugvöll 1 lögð í jörð sunnan flugvallarins og skipulagstímabilinu sem núverandi 132 kV loftlína og Laxárlína lögð af þegar Hólasandslína 3 verður tekin í notkun. Til mótvægis við nýjar flutningslínur skal áfram unnið að breytingum á núverandi flutningslínum og dreifikerfi raforku, meðal annars með því að leggja línur í jörð. En ákvæði flutningslínur raforku í svæðisskipulagi eiga við framkvæmdir sem falla undir lög mat á umhverfisáhrifum nr. 106 frá árinu 2000. Þar með heyrir þessi breyting á svæðisskipulagi Eyjafjarðar 2012-2024, þar sem kafli flutningslínur raforku endurskoðaður undir ákvæði laga umhverfisskýrsla, þar sem gerð grein fyrir mat á umhverfisáhrifum áætlunarinnar, hluti skipulagstillögunnar og fylgiskjal með þessari tillögu breytingu á svæðisskipulaginu. En nú þetta sem sagt komið til okkar hérna í bæjarstjórn Akureyrar til samþykktar eða afgreiðslu, samanber 25. grein skipulagslaga nr. 123 frá 2010. Slíkir afgreiðslu svæðisskipulagsnefndar og felur henni að fengnu samþykki annarra sveitarstjórna á skipulagssvæðinu að senda Skipulagsstofnun breytingartillöguna til staðfestingar samanber ákvæði 25. grein skipulagslaga nr. 123 frá 2010. Það var þetta komið hérna frá mér. Já, bæjarfulltrúi Ingibjörg Ísaksen hefur lokið máli sínu og takk fyrir þetta og það sem að kannski kom, það var svona einhverja truflanir þarna í lokin. Þannig að ég segi bara fyrst, orðið náttúrulega laust og fyrir þá sem að horfa geta náttúrulega nálgast þessi skjöl sem fylgja fundargerðinni og lesi sér til hvað hún inniheldur og það sem enginn hefur kvatt sér hljóðs sem ég
þá þeir sem geta samþykkt afgreiðslu svæðisskipulagsnefndar gefið merki. Það eru 11, takk fyrir það. Þá er komið að 7. lið á dagskrá, starfsáætlun og stefnuræða nefnda og það er bæjarráð þessu sinni og til máls tekur bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson. Gleymd að taka mjútið af, byrja aftur. Forseti ágætu bæjarfulltrúar. Eins og bæjarfulltrúar munað þá var stefnuræða bæjarráðs flutt í fyrsta sinn hér í bæjarstjórn í september á síðasta ári. Ég gat þess þá í ræðu minni að hlutverk bæjarráðs væri fyrst og fremst fjármálastjórn bæjarins og því væri hinn eiginlega stefnuræða bæjarráðs fólgin í framlagningu fjárhagsáætlunar. En með því að stjórnsýslunefnd var felld niður á árinu 2012 og sameinuð bæjarráði væri eðlilegt að taka slíka stefnuræðu hér í bæjarstjórn. Ég lauk ræðu minni þá á að ég hlakkaði til að flytja þessa stefnuræðu að ári. Það er ekki alveg orðið ár síðan en hér er ég komin aftur með stefnuræðu númer 2. Það þarf ekki að tíunda það hér að engan óræði fyrir þeim samfélagsbreytingum sem orðið hafa í kjölfar COVID-19 sem hefur haft veruleg áhrif á alla starfsemi bæjarins og starfsáætlanir og mun það lita ræðu mín að einhverju leyti. Ég mun þó líkt og í fyrra að fara yfir þau helstu verkefni sem hafa verið og eru í gangi á stjórnsýslusviði og koma inn á nokkur verkefni á fjársýslusviði auk þess sem ég mun reifa nokkur önnur mál sem eru á borði bæjarráðs. Í starfsáætlun stjórnsýslusviðs fyrir árið 2020 sem lögð var fram í bæjarráði í lok september á síðasta ári, þá eru tíundu þau meginverkefni sem bæði voru í vinnslu á þeim tíma og þau verkefni sem stefnt var að á yfirstandandi ári og mun ég nefna hér nokkur þeirra. Eitt af stóru verkefnum á stjórnsýslusviði á liðnum árum hefur verið innleiðing á þjónustugáttinni, þar sem íbúar og starfsmenn geta á auðveldan hátt átt rafræn samskipti við stjórnsýslu bæjarins. Í máli mínu í september kom fram að okkur miðaði vel og að stefnt væri að því að koma fasteignagjöldum undir íbúagáttina, koma inn samskipti við skipulagssvið auk þess sem unnið væri að frekari þróun. Þetta hefur gengið eftir og í byrjun árs var farið í kynningaherferð á þjónustugáttinni og í kjölfar þess hefur notkun gáttarinnar stóraukist. Í kjölfar COVID hafa svo verið teknar enn frekari skref og nú síðast hafa umsóknir fjárhagsaðstoð verið rafvæddar. Ég vænti þess að við sjáum það raungerast. Ég vænti þess að við munum sjá það raungerast á þessu ári að umsóknir á pappírsformi heyri því sögunni til og öll slík samskipti fari fram á þjónustugáttinni. En í umræðunni er oft talað að við þurfum að auka rafræna þjónustu, en mér finnst oft gleymast að hrósa fyrir þann árangur sem náðst hefur og þau fjölmörgu skref sem við höfum tekið á síðustu árum í því að auka rafræna þjónustu í bæjarbúa og starfsfólk. Og ég nefni sem dæmi að umsóknarformum í þjónustugáttinni hefur fjölgað úr 20 á árinu 2017 í 93 í árslok 2019 og umsóknir í þjónustugátt sem voru alls 21 á árinu 2017 voru á árinu 2019 2192. Þetta er hluti sem við munum taka fyrir í bæjarráði í næstu viku. Við munum fara aðeins yfir þetta, bara hvernig þetta hefur tiltekist og fara yfir þá líka þær upplýsingar sem að stjórnsýslusviðið er að setja inn í ársskýrslu sveitarfélagsins, þar sem við förum svona frekar yfir þessar helstu stærðir og tölur, en þessar tölur koma einmitt þar fram í þeirri skýrslu. En áfram er unnið markvisst af fræðslumálum, meðal annars með rafrænni fræðslu, nýliðafræðslu og gerð ýmissa fræðslumyndbanda og ég er sannfærður að við erum í fremstu röð sveitarfélaga þegar kemur að fræðslu til starfsmanna. Nú fyrr á þessu ári lauk vinnu við hönnunarstaðal bæjarins, auk þess sem samþykkt byggðamerki var endurskoðuð og skráð hjá einkaleyfisstofu. En verkefni þetta var einmitt á starfsáætlun og ég gerði það umtalsefni í september. Kannski ekki stórt mál í hugum áheyrenda, en mér finnst þó ástæða til að tíunda það hér og þá sérstaklega til að endurtaka hrós til starfsfólks sem koma þeirri vinnu fyrir afar vönduð vinnubrögð.
Eitt af þeim verkefnum sem voru á starfsáætlun og lokið var að flytja fjölmenningarráðgjöf til fjölskyldusviðs sem liði í því að þjónusta enn betur fólk af erlendum uppruna. Þá hefur verið unnið í umfangsmiklu skönnunarverkefni í þeim tilgangi að koma öllum launa- og starfsmannagögnum í rafrænt form og stefnt að því að setja enn meiri kraft í það verkefni á næstu mánuðum og vonandi sjáum við þetta klárast sem fyrst. Þá unnið að því að innleiða nýtt umsagnar- og ráðningarkerfi og gert ráð fyrir verklokum á þessu ári. Hvoru tveggja mun þetta leiða til aukinnar skilvirkni og hagræðingar á launadeild og hjá stjórnendum stofnana, auk þess að auðvelda alla fjarvinnu sem hefur sýnt sig að mikilvægi ljósi atburða síðustu vikna. Verkefni íbúalýðræði fór á stað á síðasta ári og reyndist mjög gagnlegt, en verkefni tengdist rekstri strætisvagna og mun nýtast í vinnu við endurskoðun á leiðakerfinu. Þessu fyrsta verkefni lauk nú í mars, en áfram verður unnið með þá reynslu sem ávænst í því verkefni og vonandi sjáum við frekari verkefni á komandi misserum í íbúalýðræði. Ég vil nota þetta tækifæri hér til að þakka bæjarfulltrúa Sóleyju Björk sérstaklega fyrir en hún stýrði vinnu við íbúalýðræðisverkefnið. Ég vil líka nefna hér þróunarverkefni sem unnið að í mötunni til Ráðhúss þar sem tilraun hefur verið gerð með fyrirfram skráningu með það að markmiði að draga úr matarsóun. Þá hefur verið tekið í notkun tölvukerfi til skráningar á úttektum starfsmanna í mötuneyt Ráðhússins og unnið að því að koma því upp hjá öllum stofnunum bæjarins sem eru með mötuneyti. Hér hef ég aðeins tæpt á nokkrum verkefnum sem stjórnsýslusviði á yfirstandandi ári. Það ljóst að það ástand sem ríkir í samfélaginu í kjölfar kórónuveirunnar hefur sett ýmislegt úr skorðum en hins vegar hefur það líka orðið til þess að við höfum tekið mörg skref fram á við í rafrænni tækni og þjónustu. Má sem dæmi nefna að á fjölskyldusviði var hafist handa við að nota fjartækni til að veita skjólstæðingum fjölskyldusviðsins sérhæfða þjónustu, svo sem ráðgjöf til fatlaðs fólks og aðstandenda. Verið að undirbúa sama verklag í heimaþjónustunni sem heyrir undir búsetusvið. Og þá ónefnd sú þróun og breyting sem orðið hefur á öllum fundum hjá sveitarfélaginu og nú fara nær öll fundarhöld fram í fjarfundi líkt og hér í dag. Þetta hefur að mínu mati leitt til aukinnar skilvirkni og svo ekki sé talað tímasparnaðinn og ljóst að þetta eru breytingar sem að einhverju leyti eru komnar til að vera. Stóru verkefnin á fjársýslusviði að þróa upplýsingagjöf fjármál og áætlunarferli og stefnt til að meiri sjálfvirkni í öllu utanumhaldi reikninga auk annarra verkefna. Það skoðun mín að við þurfum að gefa í þarna tímabundið, auka við sérfræðikunnáttu og koma hlutunum hraðar áfram með það að markmiði að auka skilvirkni og hagræðingu og munum við óska eftir því við bæjarstjóra og sviðsstjóra fjársýslusviðs að þeir leggi fyrir bæjar og tillögur hvernig staðið skuli að þessu. Fjársýslusvið að leggja lokahönd á tillögu að breyttu fjárhagsáætlunarferli þessa dagana og mun máli koma fyrir bæjarráð á morgun til kynningar. Tillagan gerir ráð fyrir því að einfalda verkferla og koma á markvissari vinnu við fjárhagsáætlun. En öðrum málum á vettvangi bæjarráðs. Óhætt að segja að síðustu vikur hafi viðbrögð við COVID haft mikil áhrif á störf okkar bæjarfulltrúa, bæði á vettvangi bæjarráðs sem og bæjarstjórnar. Strax frá upphafi var einhugur meðal bæjarfulltrúa að standa saman að þeim aðgerðum sem grípa þarf til af hálfu sveitarfélagsins og hefur reglulega verið fundað með allri bæjarstjórn, auk þess sem bæjarstjórn öll hefur fundað með aðgerðarstjórn bæjarins þar sem farið yfir stöðu mála. Bæjarráð samþykkti í byrjun þessara mánaðar aðgerðaáætlun viðbrögð vegna faraldursins og reglulega bæði á upplýsingafundi bæjarstjórnar sem og í bæjarráði farið yfir framgang aðgerðaáætlunar. Ég ætla ekki að tíunda hér allt það sem að fram kemur í aðgerðaáætlunni en hins vegar eru verkefni þessa dagana sem snúa að uppbyggingu hjúkrunarheimilis sem bæjarstjórn þarf að klára sem og að fylgja eftir skipulagi sem snýr að framkvæmdum ríkisins svo sem vegna flugstöðvar og heilsugæslu gangi vel fyrir sig þannig að verkefni sem þessi geti hafist án tafa. Þá framkvæmdaáætlun bæjarins í endurskoðun og líkt og aðrar ráðstafanir sem við erum að gera þessa dagana unnin í fullu samráði allra flokka í bæjarstjórn. Í tengslum við framkvæmdaáætlun liggur fyrir að taka ákvörðun framtíðarhúsnæði allra stjórnsýslu sveitarfélagsins. Skipað var hópur sem ætlað var að greina framtíðarþörf stjórnsýslunnar en málið hefur lítið þokast. Á sama tíma höfum við hafið gagngerðar endurbætur á neðstu hæð Ráðhússins.
Greining á framtíðarþörf hefur ekki enn verið lögð fyrir bæjarráð en við munum setja málið á dagskrá bæjarráðs í næstu vikum. Stærsta áskorunin hins vegar fyrir sveitarfélagið að takast á við tekjufall sem bærinn mun óneitanlega verða fyrir vegna ástandsins. Í lok síðasta árs barst sveitarfélaginu erindi frá eftirlitsnefnd með fjármálum sveitarfélaga þar sem athugasemdir voru gerðar við viðvarandi halla A-hluta. Þetta kom nú fram hér í umræðinu áðan ársreikninginn. Almennt séð rekstur sveitarfélagsins traustur og ánægjulegt að sjá í ársreikningi 2019 sem hér var lagður fram að A-hlutinn í jákvæðum rekstri í fyrsta skipti frá árinu 2013. Hins vegar ljóst að lífeyrisskuldbindingar líta mjög afkomu A-hluta og hætt við að þetta snúist til verri vegar strax á þessu ári. Við þessu þarf að bregðast og það verður verkefni okkar að vinna að tillögum á næstu vikum í samræmi við svarbréf bæjarins til eftirlitsnefndarinnar. Að sitja undir umræðum íbúakorti í bæjarstjórn trúi ég að sé svo hlusta á rispaða plötu. Því miður hefur innleggingin gengið afar hægt, velst á milli í kerfinu og lítið þokast. Nú Eyjólfur vonandi að hressast en bæjarstjóri hefur tekið málið á sitt borð og í samstarfi við 2 önnur sveitarfélög búið að skrifa undir samning við hugbúnaðarfyrirtæki Stefnu og vænti ég þess að við sjáum til lands í þessu verkefni með haustinu. En það mat mitt að með íbúakorti getum við þjónasta bæjarbúa betur á mörgum sviðum. Ég gerði að umtalsefni í stefnuræðunni í september síðastliðinn að mikilvægt væri að vinna áfram á útfærslu á stjórnsýslubreytingum í kjölfar þeirra úttektar sem gerð var á viðamiklu stjórnsýslubreytingum sem tóku gildi í upphafi árs 2017. Vænti ég þess þá að við myndum sjá fljótlega útfærslur og hugmyndir frekari breytingar. Þetta hefur allt gengið nokkuð hægar en gert var ráð fyrir en eru þó hér í dag að fjalla og staðfesta breytingar á samfélagssviði. Þá unnið að því að sameina fjölskyldu og búsetusvið. Vinnan allangt komin en hins vegar hefur yfirstandandi ástand sett strik í reikninginn en stendur að því að klára vinnuna á næsta misseri. Ég tel líka að skipurrit eigi alltaf verið í endurskoðun og hef talað fyrir því að skoða enn frekari breytingar á skipurritinu með það í huga að einfelda það og líta í því sambandi til reynslu samanburða sveitarfélaga. Og þegar við erum farin að tala breytingar á stjórnsýslu langar mig svona í lokin að kasta fram hvort ástæða sé til að skoða samþykktir stjórn og fundarsköp bæjarins. Á sínu tíma var gerð sú breyting á samþykktum bæjarins að valdi til fullnaðarafgreiðslu mála var vísað til fastanefnda með ákveðnum skilyrðum þó. En tilgangur breytingana var að stuðla að hagræðingu, skilvirkni og hraðari málsmeðferð. Ekki kunnugt að fleiri sveitarfélög hafi tekið upp þetta valdaframsal, gerði þó ekki neina sérstaka könnun á því. En segja má að með slíkri ákvörðun sé verið að færa valdið frá kjörnum fulltrúum. Ég ekki með þess að segja að við eigum að rjúka í breytingar á samþykktum en skoðun mín sú að slíkt valdaframsal hefur bæði kost og galla en gaman væri að heyra skoðanir bæjarfulltrúa á þessu verkfélagi. Ég hef svona í stóru dráttum farið í þess helsta sem að snýra að bæjarráði en vænti þess náttúrulega hér á eftir verði fjörugur umræður og við förum víða völl. En þetta hlutverk okkar að koma með svona stefnuræður og ég hlakka bara til umræðuna hér eftir. Takk fyrir. Það er bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson, lokið málsins, orðið laust. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Eva Hrund Einarsdóttir. Já, forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil byrja á því að þakka bæjarfulltrúa Guðmundi Baldvini og formanni bæjarráðs fyrir stefnuræðuna. Ég veit eins og allir aðrir að auðvitað eru óvissu tímar og kannski erfitt að horfa fram í tímann, þannig að erfitt kannski að setja fram stefnu á þessum tíma, enda kannski var þessi stefnuræða meira svona þau verkefni sem hafa verið á borðinu og mörg verkefnum fór svolítið yfirferð kannski yfir hvað er búið, en ég vil bara líkt og bæjarfulltrúi Guðmundur fagna því sem vel gert og vil það sérstaklega nefna rafrænu stjórnsýsluna. Við höfum talað mikið fyrir því hversu mikilvæg hún og það er mjög jákvætt að nú séu flestar umsóknir verða komnar í rafrænt form og gaman að heyra að notkunin sé meiri. Það væri samt áhugavert að vita
hversu margir íbúar bæjarins að nota gáttina. Nú var farið í markaðssetningu á henni. Er þetta alltaf sömu aðilarnir eða eru mjög margir sem bara vita ekki ennþá að hún sé til? Af því allan fyrir svona 1 ári síðan held ég að afskaplega fáir bæjarbúar hafa vitað af henni, en við fórum í smá markaðssetningu þannig að það væri áhugavert að vita hversu margir að nýta hana. Eins með hönnunarstaðlinn vel að verki staðið þar, þannig að því rétt að fagna og hrósa starfsfólki fyrir það. Í þessari ræðu sem var nú ekkert mjög löng, en hjó ég eftir því að 4 eða 5 sinnum var talað að verkefni færu hægt og það staða sem ekki nógu góð og bæjarfulltrúi talar þarna vera eins og rispuð plata með þessum verkefni. Og það fær mann aðeins til að hugsa hvort að við séum að gera eitthvað rangt eða hvort það sé eitthvað rangt í því verkferli sem við erum að nota. Það að segja, einhver ákvarðanafælni eða stefna óskýr, óljós markmið, erum við að setja of mörg verkefni á starfsmenn í einu, því að ég vil nú meina að við séum svona allra jafna með mjög gott starfsfólk, þannig að ég vil nú frekar setja þetta á stjórnun heldur en almennt starfsfólk. Og þá það líka spurningin hvernig erum við að setja aðgerðaráætlanirnar fram? Eru þær nógu markvissar? Erum við nógu markvisst að fylgja þeim eftir? Þannig að þetta bara svona eitthvað sem ég held við þurfum aðeins að fara yfir og huga að. Nú höfum við verið að ræða okkar stefnur á bæjarstjórnarfundum og við höfum alveg ítrekað rætt það og ég man nú bara síðast, bæjarfulltrúi Sóli Björk nefndi að við varum nú aðalega að breyta ártölum á verkefnum, sem ekki gott að við séum bara að færa endalaust á milli ára mýmörg verkefni, þannig að mér finnst þá frekar við eigum að setjast niður og forgangsraða og taka þá verkefni bara af listum sem eiga ekki að vera þar á þeim tímapunkti. Við höfum nú líka aðeins talað það að vera með styttri aðgerðaráætlanir, vera með 90 dagar áætlanir og vinna þannig markvissara heldur en við höfum verið að gera. Þannig að það eitthvað sem ég vildi ræða og benda á og svo sem rætt áður en mér finnst við lítið hafa gert í. Eins og við rættum á sínum tíma að kannski samræma aðeins hvernig við setjum stefnur fram og hvað það eiga að innihalda. Mér finnst það eitthvað verkefni sem ennþá óklárað og það eitthvað sem í okkar höndum. Svo náttúrulega líka á þessum óvissu tímum eins og bæjarfulltrúi Guðmundur kom inn á og þá erum við búin að taka upp framkvæmdaáætlun og yfirfara hana. En það líka spurning hvort að allar nefndir ættu ekki að taka upp sína starfsáætlanir og ákveða hverju má fresta, hverju vill pólitíkin að sé ekki frestað og hverju okkur sama að fara aftur á listan, því að það eru mýmörg verkefni sem hafa komið upp hjá starfsfólki og önnur verkefni sem þarf að sinna núna heldur en var, þannig að pólitískar áherslur eru því að breytast og því kannski rétt að þær umræður séu teknar til hliðsjónar að þeim verkefnum sem voru áætlað að yrðu kláruð á þessu ári. Bæjarfulltrúi Guðmundur kom inn á að fjölmenningarráðgjöfin hefur verið flutt yfir til fjölskyldusviðs sem ég held að hafi bara verið gott og vel. En nú ræddum við aðeins við starfsmenn þau mál nú daginn og þar var komið inn á að íbúar annarra sveitarfélaga eru að leita í þjónustu hjá Akureyrarbæ og því rétt að við skoðum það eins og við höfum nú rætt þetta innan landshlutasamtakanna og ég óska eftir því við framkvæmdastjóra þess að það kanna hvernig þessari þjónustu háttað innan annarra sveitarfélaga, nærsveitarfélaga og hvort það ætti að mynda samstarf í víðara samhengi með þessi mál, því þetta gríðarlega mikilvæg þjónusta en bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason kom nú með þá hugmyndudaginn hvort að SSN ætti jafnvel að taka þessa þjónustu yfir. En það kannski bara eitthvað sem við ættum að skoða en
að koma erlendum aðilum inn í samfélagið vel og vandlega er mjög mikilvægt, þannig að ég held að þetta sé mikilvægur málaflokkur sem að þarf að sinna vel. Með íbúakortið, já, Guðmundur Baldvin, þetta er nú eiginlega bara orðin brandari þegar maður nefnir þetta bæjarmálafundum að fólk heldur bara að ég sé farin að djóka því að ég held ég sé búin að ræða þetta síðan 2014 og þar held ég til dæmis líka að þar hafi markmiðin verið mjög óskýr hvað við ætlum með þetta kort, hvað ætlum við að fá út úr þessu korti og við kannski búin að fara í mjög marga hringi með það í staðinn fyrir að taka bara ákvörðun og halda áfram og bæta svo bara við. En gott og vel að þetta sé bara komið til bæjarstjóra og vonandi förum við að sjá afrakstur þess í haust. Varðandi fjársýslusviðið, upplýsingagjöf og áætlunarferli, bara mjög gott að það sé styrkt og mér langar bara að þakka fyrir það breyttu áherslu sem að við höfum bent á og hafa komið í gegn eins og að starfsáætlanir væri aftur teknar upp og farið væri að fylgjast betur með starfsþróun og starfsmannafjölda og eins að fjárhagsáætlanir séu reglulega teknar upp í nefndum. Mér finnst það bara þakkarvert og mér finnst það bara mjög vel gert. Það sem er samt ennþá, það sem að verið var við í nefndarstörfunum er að mér finnst ennþá of margar villur vera að leynast inn í fjárhagsáætlunum, að við séum að leiðrétta vel fram eftir ári og jafnvel eftir ári. Þannig að það er ennþá eitthvað sem við þurfum að bæta, það er mismunandi hvað það er, stundum er það jafnvel bara þörf á að horfa betur á hvernig skipting er á milli mánaða, þannig að það er jafnvel auðveldi þá nefndarfólki og starfsfólki að fylgja áætlunum að þær séu réttar. Þannig að það er eitt af því sem við þurfum að horfa á, en ég held líka að með því að fá rekstraraðila inn á fleiri svið þá muni það hjálpa til. Já, síðan varðandi skipulagsbreytinguna, ég verð að segja það, ég er verulega svekkt yfir hversu hægt hefur gengið varðandi sameininguna á fjölskyldu- og búsetusviði. Mér finnst ekki hægt að bjóða starfsfólki upp á óvissu í svona langan tíma. Bara því miður. Mér finnst við ekki hafa staðið nógu vel að málum í þeim efnum. Það er mjög langt síðan að þessi umræða fór á stað. Ég hef fengið margar fyrirspurnir hjá starfsfólki, hvernig gengur, við höfum lítil svör fengið. Ég hef spurt eftir þessi bæjarstjórn og ég veit að bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason hefur spurt þetta í bæjarráði. Þannig að mér finnst bara gríðarlega mikilvægt að það mál fara að taka enda. Guðmundur Baldvin veltir upp, ég setur svona inn í umræðina varðandi það ákvörðunartöku að vera með fullnaðarafgreiðslu í nefndum og kalla það valdaframsal í rauninni. Ég held að það í rauninni hafi verið mjög jákvæð ákvörðun á sínum tíma, en það hefur náttúrulega sína kost og galla. Í því samhengi finnst mér gríðarlega mikilvægt að nefndirnar hafi sterka tengingu inn í bæjarstjórn. Að það sé allavega bæjarfulltrúi í nefnd og helst til að formenn séu í bæjarstjórn. Ég hef prófað hvoru tveggja og ég finn rosalega mikið mun þegar maður upplifir það að formenn séu með yfirsýn yfir rekstur bæjarins og hvar þurfi að bæta í og hvar þurfi að draga úr. Það verður stundum tendens þegar að fulltrúar eru ekki með yfirsýn að allir vilja draga fjármagn til sín því að auðvitað eru spennandi og verður verkefni á öllum sviðum. En þegar að kreppir að þá finnst mér ennþá mikilvægara að það séu aðilar sem hafi yfirsýn yfir fjárhagsstöðu bæjarins hverju sinni með tengingu við nefndirnar sérstaklega af því við erum með fullnaðarafgreiðslu mála þar. Mér finnst helst til óskýr mörkin og ég nefnt það ítrekað áður milli bæjarráðs og bæjarstjórnar. Hvaða verkefni eigi að vera inn í bæjarráði og hvað krefst umfjöllunar í bæjarstjórn
Ég reyndar rosalega þakklát fyrir það og mér finnst það mjög jákvætt hvernig hefur verið tekið á málum núna eftir að COVID kom upp, þetta mikla samstarf og samtal. Ég held að það skipti mjög miklu máli að við séum öll samstiga á þessum tímum. Og mér finnst það bara þakkarvert að meirihlutanum að leyfa okkur minnihlutanum að vera með og ég held að það sé bæjarbúum öllum til heilla að við stígum fram saman á svona óvissu tímum. Já, ég held að það sé bara komið í bili. Ég veit að kannski allt sem kom inn á er ekkert endilega beint akkurat að bæjarráði þannig séð, þetta er eins og þegar ég er að tala stefnurnar og svona, þetta er bara yfir öll sviðin, og þú komst nú bæjarfulltrúi Guðmundur inn á fleiri mál heldur en akkurat bæjarráð er með, en mér finnst ýmislegt ennþá sem við getum lagað og bætt. Það er bæjarfulltrúi Eva Hrund Einarsdóttir lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Sóley Björk Stefánsdóttir. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Nú þakka fyrir þessa yfirferð. Mér finnst mjög gott að við séum að vera hérna með stefnuræður bæjarráðs. Ég held að þetta getur nú tekið undir eiginlega allt sem að hún Eva Hrund talaði og það eru svona nokkur atriði sem ég ætla að hnykkja sérstaklega á. Og það er kannski fyrsta sem að ég velta fyrir mér sem er þetta með hvernig stjórnsýslan okkar virkar, hvers vegna hlutirnir gerast oft hægt. Ég held að sé í raun og veru ekkert alltaf neikvætt að hlutirnir gerast hægt þegar að vera í þróun, vegna þess að þá þarf ofta að skoða hvernig hlutirnir liggja og leggjast. En ég held að við getum bætt okkur verulega í því með því að eins og bæjarfulltrúi Eva nefndi varðandi til dæmis bara stefnur og aðgerðaráætlanir, að við getum bætt okkur verulega í innleiðingu og ég held að það væri mikill plús ef við færum að hugsa meira í verkefnastjórnun og innleiðingastjórnun. Það er að segja við tækjum bara afmörkuð verkefni eða aðgerðaráætlanir og afmarkaða hluta og eins og bæjarfulltrúi Eva nefndi kannski hugsa til styttri tíma og þá færri verkefni í einu, þannig að væri miklu markvissari stjórnun hjá okkur og markvissari innleiðing. Varðandi íbúakortið þá vil ég nú nefna það að ég held sem mjög gott að við erum komið fleiri sveitarfélög með í þetta verkefni. Ég held að þetta er eitt af þessum verkefnum sem að við höfum nú stundum talað þar sem við förum á stað með eitthvað kannski brautryðjendaverkefni sem önnur sveitarfélög hafa ekki unnið og hafa kannski ekki verið unnin, við höfum ekki mikla fyrirmyndir og það er gríðarlegur kostnaður oft sem er í svoleiðis þróun sem lendir á okkur og svo einhvern veginn kemur kannski ríkið eða samband sveitarfélag eða einhver aðili með eitthvað fyrir alla og þá erum við búin að standa í miklu kostnaði við þróun innleiðingu sem að fer þá, aðrir fá kannski ókeypis eða minna. Þannig ég held sem mjög mikilvægt að við sem búin að ná samstarfi við fleiri og held að það sem hugsanlega kannski ástæðan fyrir því að þetta hefur gengið svona hægt og í því tilfelli held ég að það sé ekkert endilega mjög slæmt en auðvitað erum við öll gríðarlega spennt fyrir þessu því að þetta er mjög, held ég muni gagnast okkur mjög vel. Varðandi þetta með valdaframsal til nefnda að þá ætla ég að taka undir með þetta að það er kannski er ekki nógu sterk tenging og ég ætla bara að segja að taka undir milli bæjarráðs og bæjarstjórnar milli annar nefnda og bæjarstjórnar og milli líka okkar finnst mér og nú tala ég auðvitað úr minnihlutanum af því að ég gerum mig grein fyrir að það er örugglega öðruvísi þegar maður er í meirihluta eða er formaður nefndar. En tengingin yfir í stjórnkerfið finnst mér rosalega lítið og við erum að fagna framþróun í til dæmis rafrænum þjónustu. Mér finnst við ekkert hafa neitt verið sérstaklega mikið
með puttana í því að vita neitt sérstaklega mikið um það. Við höfum brjálæðislega gott starfsfólk sem að sinnir sínu starfi vel og lætur hlutina rúlla og það bara mjög gott. En mér finnst stundum vanta svona aðeins tengingu inn í bæjarstjórnina þannig að við séum svona nægilega vel svona inn í framganginum og hvað þá að tefja ef það eitthvað að tefja og ég held að við getum gert betur í því og þarna vil ég líka tengja að því ég ekki á því að þetta valda framsal ef það nota það orðið yfir það til nefnda sé slæmt en ég held að segja að það gera það betur og ætla að tengja yfir í sko íbúalýðræði og íbúasamráð að því ég held að það sé hægt að nýta það miklu betur, þetta nefndastarf sem þá áframhaldandi tengingu yfir í íbúana og íbúasamráð og ég held að sé alltaf og ég held að við aldrei að ég held að sé bara ekki rétt hugsun að vera að hugsa að taka eitthvað tilbaka til fámennari hóps heldur að efla okkur í samráðinu og samtalinu og ég vil taka undir hrósið það með hversu mikið samráð og hversu vel minnihlutinn hefur fengið að koma að umræðunni og samtalinu varðandi COVID viðbrögð og ástandi og stöðu mála þar. Það finnst mér alveg til fyrirmyndar. En auðvitað veit ég líka að svona aukið samráð og samtal, það tekur tíma og við höfum þetta mikið rætt það að þetta starf að vera bæjarfulltrúi og þá sérstaklega bæjarfulltrúi í bæjarráði sé bara eitthvað sem þarf að gefa tíma. Við höfum bætt kjörin þannig að ég held að maður getur lyft sér að taka meiri tími í þetta og þarf þá ekki að leggja eins mikið á sig við að sinna eigin fjáröflun annars staðar getur maður kannski sagt. Þannig að ég held að við erum á þessari vegferð og þess vegna finnst mér finnst að þetta ekki að vera að líta tilbaka í að þrengja samtalið. Við eigum að fylgja þessu eftir með því að útvíkka það frekar. Og ég held að þetta með svona þess að takmörku upplýsingagjöf og samræði sem fer fram milli stjórnkerfisins sjálfs og svo pólitísku fulltrúa, það þarf að bæta það líka inn í nefndunum. Og þar kannski kemur þá aukin vinna inn í nefndastarfi og við þurfum bara að skoða það hvernig við ætlum að svona útfæra þetta. En þannig að ég segi bara förum frekar í hina áttina. Ég held að sé ekkert meira í bili frá mér, takk. Það var bæjarfulltrúi Sóley Björk Stefánsdóttir loki máli sínu og ég ætla að gera örlítið fundarhlé, 5 mínútur svo fólk getur fengið sér kaffi eða vatn eða eitthvað og komið aftur ferskt inn í umræðuna.
var horfið og næst hefur til máls bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar, takk fyrir góðar umræður og takk bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin og formaður bæjarráðs fyrir að vera með þessa stefnuræðu hér, að ég tel hiklaust að stjórnsýslu hluti bæjarráðs sé ekki síður mikilvægur okkar bæjarfélagi heldur en fjárhagshliðin á starfsemi bæjarráðs. Mig langar að nefna að minnstakosti það sem að ég hef upplýsingar og hef fylgst með og kannski alveg valið sem að bæjarfulltrúi Sóley var að nefna hvernig upplýsingagjöfin síðan til bæjarstjórnar eða almennings. En það sem ég hef séð allavega í rauninni að það séu ótrúlegir hlutir að gerast og voru byrjar að gerast að vissu leyti en að gerast í rafrænni stjórnsýslu og þjónustu. Það eru fjölmörg eyðublöð og komin inn á þessa gátt og alltaf fleira að nýta sér það. Ég er ekki með þessar tölur nákvæmlega en ég hef allavega fengið þær upplýsingar að það séu töluvert fleira að nýta sér þjónustuna. En það sem kannski enn mikilvægar og ég held að sé svolítið mikilvægt að við höfum í huga að mikið af því sem við erum að upplifa í kjölfar COVID ekki að það hafi allt í einu einhver bara ný tækni birst á yfirborði jarðar, heldur menningin við að nýta sér tæknina í rauninni svona hinn jákvæða hlið þessa skelfilega heimsfaraldurs. Það að sjá bara fyrir sér lausnina í því að taka fjarfundi eða leysa hlutina með öðrum hætti, það er ekki nóg að hafa tæknina, það þarf líka að hafa menninguna. Og ég held að sé alveg svakalega mikið að gerast hjá Akureyrarbæ í þessum efnum og ég held að við séum hægt og rólega og það stefnan að verða í fremstu röð í rafrænni stjórnsýslu. Og ég er mjög glöð sérstaklega að vita að stefna fyrirtæki sé að vinna í þessu íbúaappi en ég er líka hugsi yfir bara tæknimálum og tækifærum í nýsköpun svo ég fari aðeins út fyrir bæjarráð og ég fer þangað aftur inn en tengist þessu samt beint sem eru tækifærin í nýsköpun og nýsköpun ekki síður í opinberri stjórnsýslu hvað varðar það að nýta tækni eins og til dæmis í velferðartækni. Ég vil nefna þar að í sóknaráætlun okkar landshluta einn af áherslunum í atvinnumálum nýsköpun í velferðartækni. Og ég held og skilaboðin frá ríkisvaldinu líka og þar við fylgst með þeim úrræðum sem þau eru að horfa til. Að þar nýsköpun og koma fjármagn í vinnu í nýsköpun bara töluverð mikil áhersla þannig að þetta talar svolítið vel saman og þarna tel ég að við getum verið að stíga stórtæk skref og ættum að gera. Ég vil líka taka undir það, ég var svo ánægð með að því að í fyrsta lagi kannski það að meiri og minni hluti vinni svona vel saman. Mér finnst við okkur bara bera öll skylda til þess að vinna sameiginlega fyrir sveitarfélagið okkar og taka ábyrgð á tímum COVID. Það mín skoðun og ég þakklát fyrir að við séum öll búin að vera reiðubúin til þess þrátt fyrir ólíkar skoðanir kannski í einhverjum hlutum. En ég held að svona bæjarbúar almennt væru ánægðir með það og bara vil þakka bara okkur öllum fyrir það. Þetta svona tími til þess að virkilega láta hendur standa fram úr ermum gagnvart samfélaginu okkar. Ég vil líka tala þá vinnufundi bæjarstjórnar sem við höfum setið þar sem hafa komið líka inn utanaðkomandi aðilar og sérstaklega nefna það var svo gott þegar við fengum fulltrúa frá Alþjóðastofu inn á fund til okkar sem að nefndu einmitt þetta sem hefur verið til umræðu hér og í kjölfarið tók ég málið og setti það á dagskrá stjórnar SSNE og lagði til að málið síðan tekin upp á aðalfundi SSNE og bæjarstjóri Ásthildur Sturludóttir hefur tekið þetta samtal upp við bæjarstjórana hér á svæðinu þannig ég er mjög ánægð með að það sé komið í ferli og frábært að sjá slíkar hugmyndir kvikna hjá starfsfólki. Síðan, og ég vil líka nefna að þessi fjármunir sem að koma úr núna nýjur úr sóknaráætlun og þar tel ég einmitt að því nefni til dæmis velferðartæknina, það gæti verið spennandi hlutir þar. Ég tel líka við ættum að skoða sérstaklega að það skiptir máli að hafa öfluga sérfræðinga, ekki síst á sviði tækni og ég er spennt fyrir því að sjá tillögur bæjarstjóra næstu skref og ég gríðarlega þakklát fyrir að við séum með bæjarstjóra sem hefur svona mikinn áhuga á rafrænni stjórnsýslu og síðan starfsfólk almennt eins og nefnt hefur verið hér oftar en einu sinni sem að leggur sig í líma við það og auðvitað líka kátt með það að Akureyrarstofa hafi farið í að vinna það að kynna
þennan valkost fyrir íbúum, því það ekki síður mikilvægt heldur en að hafa lausnirnar í boði eins og bæjarfulltrúi Eva nefnir réttilega, þá skiptir líka máli að fólk greinilega viti af lausninni. Það er ekkert gaman að hafa lausn sem enginn veit af. Varðandi fjölskyldusviðið, af því að við ræddum það nú og það er aðeins verið að ræða hérna hvað það hefur tekið langa tíma. Ég veit ekki betur við höfum aðeins rætt þetta, fókusin hafi svolítið verið settur á, þegar að COVID einhvern veginn brast á, það var svolítið öllu kastað til hliðar og bara farið í akút viðbrögð. Og mér finnst það alveg skipta máli allavega að halda því til haga að það hafi nú verið einn hluti. Ég er líka spennt fyrir þessari umræðu framsal og hvernig við getum bætt stjórnsýslunni okkar almennt og hlakka til að taka þátt í þeim umræðum á bæjarráðsfundi á morgun og hvað varðar stefnumótun og eftirfylgni og til dæmis 90 daga aðgerðaáætlanir sem ég hef svolítið talað í Akureyarstofu sem valkost af því að þetta er einmitt betra að hafa í styttri tíma. Það eru fjölmörg tækifæri til að gera betur, er það sem ég er að reyna að segja. Að fylgja eftir og gera enn betur og auka samtalið og samráðið og gagnsæið og áætlanagerðina og það verður spennandi að takast á við það verkefni með ykkur öllum að bæta það. Annars vil ég þakka aftur fyrir góða umræðu stjórnsýslu hlutan en ég vona að COVID, af því það er svo auðvelt ef þetta fer allt á besta veg og allt er bara af stað, að gleyma lærdómnum. Ég held nefnilega að tíminn sé núna til þess að horfa til tækninar og nýta hana strax á meðan að menningin og fólk er svolítið á þeim buxum. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Andri Teitsson. Já, takk fyrir það. Forseti ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil byrja á að þakka bæjarfulltrúa Guðmundi Baldvini fyrir hans framsögu og mér langar til að tala út frá einum punkti sem að hann nefndi sem var þetta hvar er hið endanlega vald og þá spyr maður kannski líka hvar er hinn frjóa og uppbyggilega umræða sem á að skila okkur fram á veginn með góðum ákvörðunum. Og núna sitjum við hér í bæjarstjórn og 11 fulltrúar og í dag er kannski óvenjulega góð og frjó umræða myndi ég segja en stundum vill þetta verða þannig að þetta verða miklar einræður og ekki mikil gagnvirkni og hérna erum við náttúrulega mjög lítið að kalla til sérfræðinga, það er eiginlega bara þegar að koma formenn nefnda sem ekki sitja í bæjarstjórn til að halda sín erindi. Við erum lítið með gögn fyrir framan okkur eða uppi á skjá, þannig að umræðan verður dálítið takmörkuð og líka þó að það sé gott og blessað að sýna almenningi eða gefa almenningi kost á að fylgjast með þessum umræðum í sjónvarpi að þá hefur það kannski þann smá galla að fólk getur aðeins minna leyft sér að hugsa upphátt og slengja fram hugmyndum svona í hálfkæringi sem að stundum leiða til einhvers áhugaverðs. En eins og bæjarfulltrúi Eva nefndi að þá vantar okkur hér í bæjarstjórnina í dag getum við sagt fulltrúa tveggja mikilvægra nefnda sem eru skipulagsráð og frístundaráð. En ef við hugsum svo yfir til bæjarráðs sem að var náttúrulega undirrót umræðunnar í dag má segja, að þar vantar okkur 5 fulltrúa mikilvægra nefnda, það er að segja frístundaráðs, skipulagsráðs, umhverfis- og mannvirkjaráðs, fræðsluráðs og velferðarráðs. Og þetta náttúrulega stafar, má segja, af þeirri einföldu stærðfræði að við erum með 8 mikilvægar nefndir eða ráð, en í bæjarráði sitja bara 3 fulltrúar meirihlutans, sem eru þá formaður bæjarráðs, forseti bæjarstjórnar og formaður Akureyrarstofu. Hinn 5, við getum sagt, veigamiklu formannsembættin sem að meirihlutinn skipar öll, eru ekki með sin fulltrúa í bæjarráði. Og þessi stærðfræði náttúrulega gengur ekki vel upp, en af því að við erum búin að vera að tala um það hér
hversu ákaflega vel okkur gangi öllum 11 að vinna saman á tímum COVID-veiru, þá má þetta velta fyrir sig hvort að við eigum að draga einhvern lærdóm af því líka til framtíðar og kannski hugsa þetta eitthvað öðruvísi, hvernig við skipum deilum út formennsku í nefndum og svo framvegis til að einhvern veginn gera þetta allt markvissara, umræðuna innan nefnda, innan bæjarráðs og innan bæjarstjórnar. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Andri Teitusson lokið máli sínu, næst tekur til máls bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason. Forseti ágætu bæjarfulltrúar. Ég þakka formanni bæjarráðs fyrir ágæta stefnuræðu. Það sem komið inn á þó nokkuð mörg mál, hvort sem þau heyra öll undir bæjarráð eða ei. En mér langar að tíunda hér nokkur atriði, bara örstutt, vonandi. Ég get nú tekið undir flesta því sem hér hefur komið fram, en mér langar aðeins svona varðandi síðasta liðin í stefnuræðunni sem er spurningin valdaframsalið. Þá held ég að það hafi verið mikið gæfuspor í sjálfu sér að hálfu Akureyrarbæjar að stíga það skref á sínum tíma. Ég held að þetta gerir stjórnsýsluna margan hátt skilvirkari og það er búið að telja upp ýmsa kosti þessa fyrirkomulags eins og bæjarfulltrúi Andri gerði hérna áðan. En við þurfum að átta okkur á því að valdaframsalið innan gæsalappa er bara þess eðlis að bæjarstjórn setur reglur, setur viðmið, samþykkir áætlanir, samþykkir stefnur og önnur ráð hafa í raun og veru bara völd innan þessa ramma sem bæjarstjórn setur í sjálfu sér. Þannig að við erum átt okkur á því að hvað við eigum við þegar við tölum valdaframsal. Svo eru ráðin í dag með þá formlega heimild til að taka endanlegar ákvarðanir mjög mörg mál sem hafi í raun ekkert inn til bæjarstjórnar að gera, bara ekki neitt. Og ég held að það yrði bara mikil afturför að breyta þessu og ég held að stjórnsýslan yrði miklu svifaseinn ef við gerðum það. En auðvitað hefur þetta margar áskoranir í för með sér sem við þurfum bara að takast á við og vinna með og leysa úr. Og það var nú þannig hér á árum áður að þó að bæjarstjórn eða þetta fyrirkomulag væri ekki að þá voru til þess formenn ráða ekki alltaf bæjarfulltrúar og það var ákveðið sambandsleysi þá líka. Þannig að það hefur í sjálfu sér ekkert breyst. Þannig að þetta eiginlega miklu frekar spurningum það hvernig við ætlum í raun að vera að vinna bara með það að leysa það verkefni sem að við vitum öll að þá upplýsingaflæði sem að við þurfum að hafa og þannig að við erum reynt að gera það með því til dæmis að kalla í auknum mæli formenn nefnda og jafnvel bjóða bæjarfulltrúum að sitja fundi bæjarráðs þegar þannig stendur á, bara til að koma upplýsingum á framfæri. En bæjarráð hefur náttúrulega kannski fyrst og fremst þetta hlutverk líka að fylgjast með rekstri svona heilt yfir og takast á við þau verkefni sem þar kom upp. En þá náttúrulega kemur að þessu líka með stjórnsýslu hlutverkið og þá dettur mér í hug tillögu vinnu sem íbúalýðræði og gagnsæja stjórnsýslu sem voru lagðar fram 16. febrúar 2016. Bæjarráð fékk á sínu tíma Andreu Hjálmsdóttur, Albertínu Friðbjörgu Elíasdóttur og Guðmund Heiðar Frímannsson til að vinna. Við höfum rosalega lítið gert með það sem þarna kom fram að mínu viti. Ég held til dæmis að það væri miklu fróðlegra það væri meira spennandi að fara að huga frekar að því hvernig við getum aukið þetta þó að bæjarfulltrúi Sólubjörg sig í ákveðinni vinnu þetta efni í dag, þá finnst mér við vera í allt og hægu ferli. Við gætum stigið mjög mörg góð skref inn í aukið íbúðalýðræði og aukið gagnsæi sem hefur vissulega aukist töluvert á síðustu árum. Með því að taka þessi skýrslu aðeins upp og bara rifja hann upp og velta því fyrir okkur hvort við ætlum ekki að fara að koma einhverjum af þessum tillögum í framkvæmd. Öðru leyti þá held ég líka að hlutverk bæjarfulltrúa það er að móta stefnu. Síðan er ráðinn bæjarstjóri og
það eru sviðsstjórar eða stjórnendur og það eru starfsmenn sem ætlað að framfylgja stefnunni. Okkar hlutverk þá náttúrulega það að fylgjast með því að það gerist. En við hefum ekki verið með puttana með beinum hætti með nokkur móti í því. Það hlutverk þeirra sem hafi ráðnir til þeirra verka sem ég nefndi að koma þessi framkvæmd. En eftirlitshlutverki verður aldrei tekið frá okkur með þeim hætti og það kannski ástæða til þess að við séum betur upplýst það sem að gerast og það náttúrulega bara eitt af meginatriðum breytingastjórnunar og hún má ekki taka langa tíma. COVID hafði ekkert með það að gera mínu viti. Takk. Það bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason lokið máli sínu. Ég ætla að biðja varaforsetann að taka við stjórnina og gefa mér orðið. Bæjarfulltrúi Halla Björk Reynisdóttir tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég ætla að byrja að þakka formanni bæjarráðs, Guðmundi Baldvini, bæjarfulltrúa, fyrir yfirferðina og hrósa honum fyrir sína stjórn á bæjarráði og þeirri vinnu sem þar fer fram. Og eins vil ég taka undir hrós sem hefur komið fram við starfsfólkið sem hefur unnið alveg lyft grettistaki í rafrænni stjórnsýslu á síðustu misserum og við getum sjálfsagt bætt í og allt það hefur bara gengið alveg svakalega vel, sérstaklega finnst mér bara á síðustu mánuðum og kannski síðasta ári. Þannig að tek undir það hrós sem aðrir hafa Ég ætla aðeins að koma inn á þessa umræðu með valdaframsalið og einmitt eins og bæjarfulltrúi Andri Teitsson fór yfir, það bara sýnir það mjög skýrt hvernig þessu háttal fór bara vel yfir það fram með hverju við stöndum. En það hefur líka komið fram í máli bæjarfulltrúa Gunnars Gíslasonar að áður en þessu var breytt þá lenti fólk í sömu vandræðum. Þannig að þetta snýst kannski ekki leiðina því að hún hefur kost og galla hvora leiðina sem farin, heldur hvernig við gerum það og hvernig við getum bætt úr. Og ég bara velti fyrir mig núna því að bæjarfulltrúi Andri kom inn á það að við kannski tökum mikið umræðu og hendum inn einhverju svona að óhugsuðu máli að þetta allt saman tekið upp og engin svona myndast ekki þessi fína umræða eða samskipti á þessum fundum. En ég velti samt fyrir mér, hvort að við gætum ekki, við hefum nú aðeins bætt í og bara eiginlega töluvert bætt í þessa vinnufundi bæjarstjórnar á þessu kjörtímabili og erum núna að hittast náttúrulega vikulega á þessum upplýsingafundum og fleiri. Hvort að við gætum einhvern veginn hugsa það saman, betri þá leiðir til þess að vinna meira, það að segja bæjarstjórn vinni meira þetta og sinni þessu stefnumótandi hlutverki sem við erum í og við höfum nú verið að fara yfir stefnurnar og það eitt og sér ágætt en það svona gagnvart ýmsum málum sem ákvarðana takan sé kannski meira eða umræðan sé meira hjá okkur. Hvort sem hún fer fram á þessum bæjarstjórnarfundum sem ég held að einhverju leyti hamli svona gerjun á hugmyndum, bara þetta form sem slíkt allavega, það hamlar allavega mér, ég tala fyrir sjálfa mig og ég held að fólk svona slengi einmitt ekki bara, mér dettur einhver vitleysa í hug, ég ekki að setja hana fram hér til þess að einhver geti tætt hana í sig í ræðustól, heldur ger ég það frekar á lokuðum fundi þar sem ég get bara svona spjalla og sagt, nei, ok, ég skil, þetta var vitleysa. Þannig að við ættum öll saman einhvern veginn að reyna að finna út úr því hvernig við getum þá bætt það kerfi sem við höfum ef við viljum ekki breyta því þar að segja. Og hvernig við getum þá virkjað fleiri og ég held eins og bæjarfulltrúi Sóley Björk kom inn á að við ættum að frekar að gera meira í þessu eða heldur en minna og værum ekki að draga valdið til okkar. Ég held að það snúist í sjálfsög ekki valdið eða það sem við erum að ræða í framsali valds. Það að segja umræðan getur alltaf verið og samráðið og samtalið þarf ekki að minnka við að loka vald eða framsalið sér tekið bara tilbaka. Eins og mér skilst þetta hafi verið
hérna í bæjarstjórn áður og ég veit það ekki hvernig það var fyrir breytingar, ég hef ekkert kynnst öðru en þessu, að þá var verið að taka fyrir bara fundagerðir nefnda og það var samþykkt í bæjarstjórn og þetta var svona afgreiðslufundir hinar ýmsu fundagerðir. Núna eru þær bara lagðar fram til kynningar og við samþykkjum vissa liði bara ekki. Hvort að það er verra eða betra, þú veist, ég bara veit það ekki að því ég þekki ekki hina leiðina, þú veist, mér finnst þetta ágætt, en þetta veldur því samt svolítið að bæjarstjórn sem að við setjum þá 11 bæjarfulltrúar í, hún svona kannski einhverju leyti ekki að sinna nógu vel því sem hún ætti að vera að sinna minnumati. Þannig að allavega held ég að við getum gert betur. Mér langaði bara svona velta því upp umræðuna og við ættum kannski að taka það á vinnufundi ef það er ekki nógu þægilegt að ræða þetta hér. En þú veist, hvernig við getum breytt einhvern veginn svona verklaginu. Og þetta snýst verklag og samtal að mínu mati þarf ekki að draga úr því þó við breytum einhverju í afgreiðslu forminu. Það var ekki fleira. Svo bæjarfulltrúi Halla Björk Einarsdóttir lokið máli sínu og færi inn eftir stjórn fundarins. Takk fyrir það. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Byrjaði að þakka fyrir mjög skemmtilegar og góðar umræður þessa stefnuræðu bæjarráðs og í rauninni eins og fram hefur komið máli bæjarfulltrúa þá höfum við svo farið víða völl og það var líka í minni ræðu. Þetta var ekkert alveg allt einskorðað við verkefni bæjarráðs og kannski aðeins að byrja því að það sem ég var að tala um og ég minnst á í ræðu minni að væri nú svona ýmislegt sem að gengi full hægt og það er kannski ekki beint að því sem stýrað stjórnsýslu sviðinu slíku. Við vitum alveg með íbúðakortið, það er búið að vera, eins og bæjarfulltrúi kom inn á, þá er það búið að vera frá árinu 2014. Hins vegar var það, markmið kannski voru ekki alveg ljós, svo kom nú álit bæjarlögmanns á því að við getum nú ekki verið að hygla íbúðunum okkar með sérstökum íbúðakorti, en ég bara fagna því að sú ákvörðun sem við tókum núna síðast var, eða sem er því það farveg sem við erum búin að setja þetta með íbúðakortið, að það er komið á borð bæjarstjóra og sem hefur unnið vel í þessu og er búin að koma eins og fram hefur komið upp samstarfið við 2 önnur sveitarfélög og ég held að það sé leiðin til þess að hlutinni verði markvissari og búið að gera samningu stefnu og þegar ég talaði bæjarstjóra fyrir þennan fund þá sagðist hún vonast til að við færum að sjá eitthvað með haustinu í þessu, þannig að þetta er bara handa við horni vonandi og við getum síðan nota þetta íbúðakort og fært okkur út og útvíkka það. Þannig að við erum eins og bilu plata eins og ég sagði en við erum samtíðunni aðeins bara að farin að koma inn á geisladiskin, þannig að þetta er alltaf að falla í rétta átt. Ég talaði líka um að stjórnsýslubreytingarnar hefðu gengið hæga fyrir sig, ég hef vonað og talað um það í ræðu minni í september að þar hefðu við viljað sjá hlutina að fara að gerast. Það eru svona ákveðnir ástæður fyrir því að það hefur ekki gengið eftir. Við erum samt þó búin að taka þetta og ég fagna því að við vorum að ganga frá breytingu á skipuritu samfélagssviðsins, en hins vegar erum við ennþá eftir að klára þetta með fjölskyldusviðið og bæjarstjórinn sagði mér það að akkurat að þetta hefði verið komið bara mjög langt, þannig að þetta, eins og ég sagði ræðinu, ég trúi að þetta gerist bara núna næsta misseri. Þetta COVID svolítið setti strik í reikningin og við þurfum líka eiga þessu umræðu sem ég hef líka talað um að við þurfum að klára, að það er hvernig við ætlum að hafa stjórnsýsluna hjá okkur í hvernig húsakynnum og það er eitthvað því sem við í bæjarstjórn og bæjarráði þurfum að ræða. Það kannski það má kannski segja að flestir sem að töluðu eftir Eva fór nú kannski svona hvað víðast ræðu það punta sem ég talaði en flestir fóru í rauninni inn á þessa umræðu sem ég kastaði fram síðast valdaframsal og hvernig við sæjum þetta fyrir okkur. Ég kastaði þessu fram vegna sem ég finnst bara ástæða til þess í rauninni að velta þessu upp. Þetta er orðið held ég 12-13 ára gamalt þetta form og það er margt breyst og kannski ástæða til að velta því fyrir sig hvernig hlutinni eru hjá okkur. Það er þannig að maður heyrir bæjarfulltrúa tala það að það sé til að mynda í bæjarráði sé að vera að taka einhverjar ákvarðanir og þeir vita ekki sé ekki nógu vel inn í því og það er alveg rétt en það er alveg á sama skapi þá erum við með í rauninni í öllum nefndum og ráðum
þá erum við kannski bæjarfulltrúar bara ekki nógu vel inn í málum nema þá að, jú, menn geta lesið sér til og spurt sitt fólk en hins vegar verður aldrei neinn frjó umræða mjög mörg mál í bæjarstjórn. Mál sem eru teknar ákvarðanir í nefndum vegna þess að þau hafa bara fullt leyfi til þess að ganga frá ýmsum málum. Það rétt sem að bæjarfulltrúi Gunnar komi þó inn á að það alveg skýrt það hvað þau mega fjalla og það kannski líka eitt sem að við þurfum hvernig sem að umræðan velkist hjá okkur, þá þurfum við kannski skerpa betur á þessum heimildum sem að ráðin hafa. Þannig að það sé alveg skýrt að þeirra ákvarðan að taka sér náttúrulega í samræmi við fjárhagsáætlun og sé í samræmi við stefnuna og starfsáætlanir. Þannig að menn séu í rauninni ekki að taka aðrar ákvarðanir en það hefur þó gerst í kerfinu hjá okkur að það hafa verið teknar einhverjar ákvarðanir hluti sem að svona kannski, og þá nefni ég sérstaklega í sambandi við framkvæmdir. Að það kannski, en við erum að reyna að skerpa á þessu núna og höfum verið að kalla eftir viðaukum við alla framkvæmdir og bæjarfulltrúi Andri sem formaður umhverfis- og mannvirkjasviðs, hann hefur tekið þetta mjög föstu tökum, þannig að ég nú vona því að við séum svona kannski að sjá bætt vinnubragð í því að þetta svona hlutir sem að kannski kom ekki beint inn til bæjarráðs eða bæjarstjórnar til umræðu heldur bara gerist og bara sem dæmi að þá vorum við að tala hér ársreikning á fundinum í dag og þar sjáum við að framkvæmdir ársins eru undir fjárhagsáætlun og hvaða ákvörðun var tekin og hvaða hlutir eru við ekki búin að framkvæma sem við ætluðum að gera og svo framvegis. Þetta hefur kannski aldrei átt sér stað nein bein umræða í bæjarstjórnum þessi atriði. Þannig að það ýmislegt svona sem mér fannst ástæða til að kasta svona aðeins fram í þessu. Það líka, ég get alveg sagt okkur það í þeim tillögum sem að koma frá fjársýslusviði einföldun á fjárhagsáætlun að þá í rauninni verið að svona kannski draga vinnuna meira til fjársýslusviðs og starfsmannaráðana, það sviðana réttar sagt, að þessi svona grunnvinna sé meira unnin þannig og til formanna og svo bæjarráðs og eftir atvikum bæjarstjórnar, þannig að í rauninni að það sé skýrara hvaða uppleggi kemur frá bæjarstjórn og bæjarráði. Ástæðan fyrir þessu svo að gegnum tíðina þá hafa náttúrulega verið komið upp, við bara þekkjum þá frá því fyrr á síðasta ári, það var að leggja fram fjárhagsáætlun og svo gerist einhverja breytingar og þetta var aftur kallað inn í ráðanefndir og ráðanefndir voru orðin alveg, mörg hver orðin alveg snarrugluð á því hvað var að gerast og það var eitthvað sem var pínulítið vond. Við til að mynda í þessum tillögum sem að fjársýslusvið kynnti fyrir mér og bæjarstjóra í gær og verður lagt fram í bæjarráð á morgun til kynningar, af því að við ætlum ekki að samþykkja þetta 1, 2 og 3, menn að verða að fá að kynna sér þetta. Þá sem sagt færum við svolítið fjárfestingaferilinn aftur, þar að segja að við færum hann fjárhagsrammin, það ekki verið að gefa út fjárhagsramma vori eins og hefur verið gert og tekjuáætlun, heldur verið það gert með haustinu, þar að segja í ágúst og það mun gera það verkum að það hefur verið ekki þannig að það menn hafa gefið út fjárhagsramma og tekjuramma í apríl, maí og svo hafa menn eitthvað verið að föndra með það og síðan í rauninni hefur það þurft að endurskoðast allt þegar líður á árið og við bara veltum hreinlega fyrir okkur og það er niðurstaðan svo að tillagan gerir ráð fyrir að við séum bara að fara í þetta seinna en séu þá komin með tölu sem að kannski gefa okkur betri hugmyndu hvernig staðan og þá til að mynda Hagstofan komið með sína spá og fleira þannig að við séum í rauninni að vinna þetta öðruvísi. Þannig að þetta er breytt verklag og verður gaman að taka umræðu þetta í bæjarráði og sitt sýnist örugglega hverjum í þessar umræðu en við erum vonandi með þessu að ná markvissari vinnubrögðum í þessu öllu saman. Ég held ég svo svona kannski þetta varðandi valdaframsalið, þetta var náttúrulega bara svona til þess að fá einhverja skemmtilega umræður hlutina. Ég held að þetta sé, og ég sagði þannig í ræðu minni, að hvernig sem að þá væri þetta ekki breytingar sem að menn stykki á stað með, menn þurftu að taka þetta og þetta er að vera mjög að yfirlegu ráði. Þetta breytir náttúrulega líka, eins og bæjarfulltrúi Andri kom inn á,
Ég meina það umræðan verður alltaf takmörkuð að koma færri að borðinu og svo framvegis en hins vegar veltir maður fyrir sér að með þessari breytingu sem hefur orðið núna, við erum að funda mun oftar og náum og getum tekið skemmri og markvissari fundi, til dæmis í fjarfundi, og getum þá leiðandi kannski náð til fleiri að mögulega getum við svona fara að taka fleiri eins og vinnufundi eins og bæjarfulltrúi Halla Björk minntist á að það kannski gefur okkur tækifæri til þess að vinna betur með, til að mynda bara nefndar fólki, kalla það til okkar inn á vinnufundi bæjarstjórnar og aðeins svona reynda að breyta einhverju samræðunni og fleiri komið að borðinu. Það getur líka verið að sé bara mjög sniðugt í rauninni að sko við vitum það að það oft erfitt að fá marga einstaklinga inn á, sérstaklega í þeim húsakynnum sem við erum í núna varðandi bæjarráð. Það getur vel verið að það sé bara ráð að taka meira menn inn í fjarfundi á fundi til okkar og geta þar leiðandi gefið mönnum kosti á að vera með á fundum og koma allstaði að úr bænum á þess að þurfa að vera að ferðast og skal ég segja taka allt of mikið tími í það. Þetta er bara svona hugmyndir og vangaveltur. En ég held líka sko að það sem að bæjarfulltrúi Halla og ég held að Andri hafi komið inn og líka og fleiri hafa minnst á, það er alltaf varðandi það hvernig svona umræða sem á sér stað í bæjarstjórn, hvort hún geti verið hamlandi eða ekki. Og ég er alveg sammála því það pínulítið svona að menn eru pínulítið að setja upp sparisvipinn á þessum fundum og kannski þor ekki að svona kannski koma með einhverjar villtar hugmyndir eins og einhver nefndi. Kannski í galli, en ég held að við þurfum kannski líka bara að vera svolítið djörf og prófa að koma með viltu hugmyndirnar. Það er engar hugmyndir svo vittlausar að það sé ekki óætt að koma með þar, segi ég. Ég ætla að láta máli mínu lokið. Það heyrist ekki í þér, Halla. Eða ég heyri ekki í þér. Halla, Já, heyrist ekkert í þér? Hvað varstu að segja? Jú, núna heyrist í þér. heyrist núna? Já, Já. ok, ég ætla eitthvað að reyna að setja hérna heyrnartólin, en allavega. Bæjarfulltrúi Guðmundur Baldur Guðmundsson hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Sóley Björk Stefánsdóttir. Já, forseti ágætu bæjarfulltrúar. Nú er ég búin að setja hérna og hlusta á þessa góðu umræðu, finnst mér. Mér finnst það að vera mjög góð og einmitt frjórri heldur en umræðan er ofta tíðum hérna í bæjarstjórninni og kannski er það vegna þess að við sitjum öll í nótælaheitum heima hjá okkur í staðinn fyrir að sitja einhvern veginn inn í risastórum sal með meira en 2 metra á milli okkar sem við gerðum nú reynda fyrir COVID, við vorum greinilega undan okkar samtíð þar. Sko, ég sé allavega kost við þetta sem að ég veit ekkert hvort er endilega gott að kalla valdaframsal, en þessa hugmyndum að taka öll mál eða svona helst mál til umræðu og samþykktar í bæjarstjórn myndi gera auðvitað umræðuna í bæjarstjórn miklu líflegri og það er auðvitað aukið gagnsæi í því vegna þess að þessi afgreiðsla fer fram á lokuðum nefndarfundum. Þannig að ég ætla að segja bara að ég sé þann kost í því, auk þess sem að fyrir hönd minnihlutans vil ég segja að kemur fram þessi miklu kostur að við erum í raun og veru ofta að andmæla og gagnrýna og það byrkist ekkert alltaf, en það er líka sko að því þetta er nú oft góð og gagnrýnin umræða sem á sér stað í nefndum og skiptir þar máli inn í hvernig afgreiðslan verður. Þannig að kannski væri þetta hluti á gagnsærri stjórnsýslu, þannig ég ætla sko að því ég kannski bara áttaði mig ekki alveg á hugmyndinni sem var verið að fleygja fram, þannig að ég held að þetta sé eina af þessum hugmyndum sem að væri hægt að skoða svolítið áfram og skoða hverju eru kostur og gallar og hvernig væri hægt að gera þannig að við nýtum kostana og forðuðumst gallana, þannig að það er alltaf spurning um útfærslu bara. Þannig ég ætla að lýsa því yfir að ég er jákvæðari núna heldur en ég var fyrir korteri síðan í þessu máli. En svo langaði mig aðeins aftur inn í þessar stjórnsýslupælingar og þetta sem er sko hvert er hlutverk okkar sem bæjarfulltrúa, sem kjörinna fulltrúa og eins og hefur verið bent á eru þetta að móta stefnu og kannski við það sem að gera það verkum að
manni finnst, sko, við erum alltaf, og við höfum sagt þetta svo oft, og ég hef sagt þetta svo oft, við erum alltaf að samþykkja einhverja stefnur og jafnvel aðgerðaráætlanir sem að síðan einhvern veginn bara gerast ekkert með og svo bara uppdeitum við ártalið á þessu óreglulega. En við höfum þó allana núna síðustu misserin verið duglegri við að taka stefnurnar og aðgerðaráætlanir til umræðu í bæjarstjórn, en það svona í sjálfu sér kannski samt ekki endilega nóg, það að segja, það þessi innleiðing og þessi eftirfylgni eftir meðstefnunum okkar og aðgerðaráætlunum sem vandamálið. Og það það sem ég átti við með því að þegar ég sagði að væri ekki nógu gott einhvern veginn ekki nógu góð tengsl milli stjórnkerfisins og kjörinna fulltrúa, það það að við komum, við missum allt frá okkur og auðvitað vitum við það að við höfum ekki verið með puttana í smáatriðum eins og bæjarfulltrúi Gunnar benti á, en einhvers staðar þarna hlýtur að vera leið til þess að við fylgjum betur eftir okkar pólitísku stefnu. En annað var það nú ekki í bili, takk. Bæjarfulltrúi Sóley Björk Stefánsdóttir lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Þórhallur Jónsson. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Mér langar líkt á aðrir að byrja að taka Guðmundi Baldvini fyrir þessa ágætu stefnuræðu. Svo langar mig að hrósa bæjarstjórninni fyrir bara samvinnuna undanfari mánuði þessum COVID-tímum. Þetta búið að vera mjög lærdómsríkt að fá að taka þátt í öllum þessum fundum og öllu því sem við verið að gera. Þannig að fyrir mig sem er nýr í þessu þá er þetta mjög jákvætt. Varðandi þetta eina atriði sem að vegast fyrir mér sem að þetta valdaframsal til nefnda, eins og Guðmundur Baldvin nefndi, að ég sit nú í skipulagsráði og þar sem sagt formaðurinn ekki bæjarfulltrúi heldur bara á lista og stendur sig alveg með prýði að mínu mati og mér hefur fundist sko sérstaklega í skipulagsráði að þar sem sagt mjög mikilvægt að við getum klárað ákveðin mál án þess að það þurfa að taka það fyrir sérstaklega í bæjarstjórna því að það getur tafið málin skilur óþarlega mikið af því að það er ekki fundað alveg reglulega þó svo við höfum gert það núna undanfarna vikur að þá var ekki fundað alveg reglulega í bæjarstjórn og þetta getur tafið verulega mál. Mér finnst sko í skipulagsráði hafa verið beitt ákveðinni skynsemi að ef að það eru mál sem okkur eða formanninu finnst of pólitísk til þess að geta afgreitt að þá höfum við hiklaust vísað því til bæjarstjórnar. Þannig að þarna held ég að sé nú hægt að höfða til almennar skynsemi í þessum málum og þetta er svona bara það helsta en það eins og þið segja, þessar tengingar inn í nefndirnar eru mjög mikilvægar og væri náttúrulega æskilegt að bæjarfulltrúar væru þarna sem formenn í fleiri nefndum. Fleira var það ekki. Það er bæjarfulltrúi Þórhallur Jónsson, lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Ingibjörg Ísaksson. Takk, forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Mig langar nú líkt og allir aðrir þakka formanni Bæjarráðs kærlega fyrir stefnuræðuna. Áhugavert og upplýsandi að heyra öll þessi verkefni sem í gangi. Mig langar líka að hrósa okkur sem bæjarstjórn og taka undir það sem að bæjarfulltrúi Þórhallur var að segja áðan. Það skiptir miklu máli við náum að vinna saman og sérstaklega í svona fordæmalausu ástandi eins og í dag. Og leið langar mig kannski líka að nýta tækifæri sem formaður fræðsluráðs því að ég finn mikið fyrir því í mínu ráði og öllum þeim verkefnum sem koma að fræðslusviði hversu heppin við erum með starfsfólk. Þetta alveg ótrúlegt hvað starfsfólk hefur bara í rauninni tekið höndum saman og unnið alveg frábær störf í þessum aðstæðum og mig langar bara til að nýta tækifæri að hrósa þeim. Ég kannski svo eina í bæjarstjórn núna sem að hef upplifað það að bæði eins og fyrirkomulagið á Akureyri, þar sem að fullnaðarafgreiðsla í nefndum og svo hef ég líka upplifað sem sveitarstjórnarfulltrúi í Eyjafjarðarsveit, þar sem að það ekki fullnaðar samþykkt, þetta fyrir allt lagt fyrir sveitarstjórn. Ég get alveg sagt það að mín upplifun af báðum fyrirkomulaginu bara góð. Þetta hefur kosti allt saman og þetta hefur galla. Sem sveitarstjórnarfulltrúi í Eyjafjarðarsveit þá voru allar fundargerðir lagðar fyrir til umræðu og samþykktar og oft á tíðum urðu bara mjög góðar og innihaldsríkar umræður þessi verkefni og mál
en þar af leiðandi líka voru kannski fá önnur mál sem komast á dagskrá. En þetta, þetta verður líka til þess kannski að við skoðum þetta betur, en ég kannski getur bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin svara mér hér, en mér minnir að það sé líka þannig að við bæjarfulltrúar megum óska eftir því að þær fundargerðir sem eru lagðar fram til kynningar fari sérstaklega til umræðu í bæjarstjórn á þeim fundi, er það ekki rétt hjá mér? Kannski já, ég held það nefnilega, þannig að við getum líka kannski verið duglegri að taka fundargerðir fyrir og ræða tiltekið mál sem að koma þar fyrir til þess að fá þessar djúpu umræður og upplýsandi umræður, því að allar umræður í ráðum og nefndum eru auðvitað lokaðir fundir. Þannig að það kannski er enn meira upplýsandi fyrir bæjarbúa að þetta sé tekið upp til umræðu í bæjarstjórn. Og þar leiðandi get ég alveg tekið undir þessa hugleiðingu eins villt hugmynd og þetta er hjá bæjarfulltrúa Guðmundi Baldvini að þetta geti kannski verið áhugavert að skoða þetta enn frekar. En í því ljósi líka að hann kom inn á það að við getum kannski fundað oftar, kallað til einstaklingar inn á fund og svoleiðis. Bæjarráð hefur alveg verið mjög duglegt með að boða okkur hina bæjarfulltrúana á fundi undir viss mál sem er til umræðu þá hverju sinni, sérstaklega fjárhagsáætlun og fleira. Það er svona spurning hvort þetta ástand hjálpa okkur líka til þess að geta fengið að vera áheyrnarfulltrúar á fleiri bæjarráðsfundum. Taka þannig þátt í umræðunni að minnsta kosti öll að vera upplýstum hana. En annars er það ekkert meiri bili, bara þakka kærlega fyrir góðar umræður. Það er bæjarfulltrúi Ingibjörg Ísaksen lokið máli sínu, næst tekur til máls bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, mér langaði bara rétt til að bregðast í því sem að bæjarfulltrúi Ingibjörg kom inn á. Það er að sjálfsögðu þannig og hefur alltaf verið að við getum óskað eftir umræðum einstökum mál í fundargerðum. Ég held að við getum ekki kallað eftir því að heilu fundargerðirnar séu teknar, en við getum alltaf óskað eftir því að ákveðin mál í fundargerð annars séu tekin fyrir og rædd. Og það er alveg rétt að þarna er örugglega óplægður akkur hjá okkur, en kannski erum við bara sátt við þær afgreiðslur sem að hafa verið í ráðunum og þess vegna erum við ekkert að kalla þetta meira umræðu þessi mál, hvort þið er. Svo langaði mér bara að því að ég gleymdi þínu áðan að taka undir það að þessi vinnubrögð sem við erum ástunda núna, meira og minni hluti eftir að COVID kom upp, þannig að í fyrsta lagi bara algjör grundvallar skylda okkar allra að standa okkur í því og standa sem heild í því að standa að einhverju skynsamlegum ákvörðunum. Og ég bara þakka meiri hlutanum sjálfsögðu fyrir það að stíga þá allavega það skref. Það var ekki sjálfgefið í sjálfu sér að gera það. Ég held að sé okkur öllum til hagsbóta frekar en að við stöndum hér og torgum og rífumst ákveðin mál. Aðalatri er að ræða sig niður á einhverja góða niðurstöðu og sættast því svo við það ef við náum ekki heildarsátt, þá allavega er einhver málamiðlun í gangi og ég held að það sé bara gríðarlega mikilvægt að við höldum þessu áfram. Þetta er kannski það samráð sem við höfum dálítið verið að kalla eftir og sem við höfum ekki alltaf skilið þegar við höfum verið að klára umræðum fjárhagsáætlun. Gott mál. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason lokið máli sínu, næst tekur til máls bæjarfulltrúi Hlynur Jóhannsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég ætla líkt og aðra að byrja að þakka Guðmundi fyrir, hún leiðist mér ekki að blæra. En með að framselja svona vald, ég horfi svolítið á ráð og nefndir bara eins og þegar maður ræður fólk í vinnu, maður ræður fólk sem maður treystir, verð með það þarna inni og þarna eru allir með vonandi fólk sem þeir treysta og gott fólk. Þannig að ég sé nú ekki ástæðu til að taka þetta tilbaka eða vera að ræða heilu fundargerðirnar inni hjá okkur. Ég held líka í sambandi við hvernig er búið að vinna í þessari bæjarstjórn að þá er það nú þannig að við erum öll kosin til þess að gera gott fyrir bæinn okkar. Við skulum ekki gleyma því og ég held að eftir að hafa talað við mitt fólk í mínum flokki að þá held ég að minnihlutinn hér komið svona næst í að vera í meirihluta á mörgum öðrum stöðum. Við fáum allavega alltaf að koma að málum og segja það sem okkur finnst. Við kannski skiljanlega tökum ekki alveg ákvörðunina sjálf þar sem við erum ekki í meirihluta og það er bara skiljanlegt.
En ég held að þetta sé unnið svona á sem bestan hátt miðað við meiri og minni hluta. Eitt sem ég ætla samt að vera ósammála hérna, ég ætla að vona að þessum fundum fara að ljúka, þessum blessuðu fjarfundum. Þeim muni ljúka 4. maí. Mér finnst þeir alveg afspyrnulegir. Og það sem ég sakna svolítið á fundum er það að maður sér alltaf öðruvísi hvernig fólk er að tala og hvað það meinar þegar maður situr með fólk á fundum eftir að sitja fyrir framan þessa tölvu. Ég vona bara að bæði forseti bæjarstjórnar og formaður bæjarráðs hætti þessu bulli eftir 4. maí. Takk fyrir mig. Bæjarfulltrúi Hlynur Jóhannsson lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson. Bara kannski aðeins bara til að ljúka þessu umræðu, ég held að séum flestir, nei, ekki allir þurrausnir en mér finnst í rauninni bara það sem hefur kannski kristallast í þessari umræðu og kristallast bara oft í okkar umræðu sem eiga sér stað bæði þegar við erum í persónulega, hittust í, hvað maður að segja, ekki bara í fjarfundum, að þá sé fyrst og fremst samstaða sem er einkenni okkur í bæjarstjórn og það er eða svona samvinna skulum við segja og ég hef ekki þreyst á því að segja það og segi það mjög gjarnan að við séum mjög vel skipuð af minnihlutanum, þar að segja að minnihlutin er ofsalega, skulum við segja, þetta er gott samstarfsfólk og við náum að vinna mjög vel saman, það er málefnalegt. Ég held líka að það sem hefur komið fram að þetta er ekki alveg sjálfgefið og maður hefur heyrt það í mjög mörgum sveitarfélögum núna akkurat þegar að mest á ríður að halda samstöðu og vinna saman að menn skuli vera með einhverja pólitíska þrætur hluti sem eru bara einhver smámunir og það er agalega dapurt að sjá hvernig sum sveitarfélög að vinna með þessum hætti en ég vil bara nota tækifærið eins og í lokumræðinu bara þakka minnihlutana fyrir hans framlagi í þessari vinnu okkar. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Eva Hrund Einarsdóttir. Já, forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Ég sé nú eiginlega eftir að hafa rétt hendina, mér varst Guðmundur enda þetta svo vel, en ég ætla nefnilega að fara yfir í aðra sálma, mér langaði nefnilega aðeins að ræða það sem að kannski bæjarfulltrúi Andri kom inn á, Teitsson og bæjarfulltrúi Ingibjörg. Það var þetta hvaða umræða og áhlustun verður í bæjarráði, af því nú hef ég bæði prófað það að sitja sem bæjarfulltrúi í bæjarráði og verið síðan bæjarfulltrúi án þess að vera í bæjarráði. Og það er bara gríðarlegu munur á hvernig þú ert inn í málum, finnst mér. Þú fær miklu meiri upplýsingar þegar þú situr inn í bæjarráði, auðvitað getur þú sóst eftir því sem bæjarfulltrúi að fá ákveðnar upplýsingar, en það er bara allt annað. Fyrstulega að vita þá hvaða upplýsingar þú átt að biðja og síðan líka að missa af umræðinni. Bæjarráðið náttúrulega er svo nefnd sem með yfirlit yfir allan rekstur bæjarins. Þannig að kemur yfir mjög vítt svið, þannig að þar liggur mikið samtal og mikil umræða. Og þannig að ég vil bara taka undir með bæjarfulltrúi Ingibjörgu þetta með að fleiri verði áheyrnarfulltrúar í bæjarráði. Við höfum nú rætt þetta áður, en ég held að yrði frekar til bóta heldur en trafala. Og ef að fólk er hrætt það að umræðan verði of löng, að þá bara þýðir það að fundarstjóri þarf bara að stýra styrkri hendi þar inni eða þá bara að það sé áheyrnarfulltrúar án þess að vera með málfrelsi. En ég held að því við erum að tala um aukið lýðræði og aukið samtal að þetta getur líka breytt málum til hins betra. Það er bæjarfulltrúi Eva Hrund Einarsdóttir lokið máli sínu. Orðið er laust. Sem fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs, þá segir þessari umræðu lokið, ég ætla kannski rétt, bara að því að nýta mér það í forseti og get tekið orðið. Það sem kom fram hjá bæjarfulltrúi Hlyni Jóhannsssyni með næsta fund og fundar, hvort að þetta er fjarfundur eða ekki. Næsti fundur bæjarstjórnar verður í fjarfundi en síðan munum við snúa til fyrra horfs.
Þá er komið að síðasta lið á dagskrá, það skýrsla bæjarstjóra og til máls tekur bæjarstjóri Ásthildur Sturludóttir. Já, ég þarf alveg að taka mig á mute sko hérna. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég vil þakka umræðuna sem fór fram hérna áðan. Það var áhugavert að hlusta á okkur og ég fer vel nestuð á þessum fundi í að klára þau verkefni og gefa enn frekar í þau þegar bara umsvifalaust. Það er alltaf mjög gott að fá svona input og ýta við fólki. Það er algjörlega ástæða til þess. Ég held að það hafi verið farið bara mjög vel yfir þessi mál, en mig langaði nú kannski bara að því að þið voruð nú að hrósa samstarfinu og þakka fyrir samstarfið hérna í áðan, þá langaði mér líka til þess að hrósa ykkur. Mér finnst algjörlega ástæða til þess að þakka ykkur fyrir samstarfið og velunnin störf, og ég held að þið geti verið ánægð með ykkur hvernig þið að taka á málum. Það er engin halleluja samkoma, það er málefnaleg svona, hvað ég segja, umræða og gagnrýnin það líka. Og ég held að það sé mjög mikilvægt og það er grundvallar atriði í pólitískri umræðan sé að gagnrýnin sé málefnaleg og að fólk geti unnið saman að þeim mikilvægu málum sem eru hverju sinni, og það hefur nú heldur betur verið hérna undanfarið og þegar þið tekið vel á því. En svona í framhaldi af því þá langar mig til þess að segja að verkefni síðustu vikna hafa eðli málsins samkvæmt, eins og við höfum margítrekað rætt hér, helgast af COVID-19 veirunni og stöðufundum með aðgerðastjórn almannavarna, neyðarstjórn Akureyrarbæjar og sviðsstjórum og ásamt því að leysa verkefni frá degi til dags. Og það sem eru, eins og ég hef sagt ykkur áður, þá eru það verkefni við að teikna upp sviðsmyndir með sviðsstjórum og sem við ætlum að nýta okkur í verkefnunum framundan til þess að sjá hvernig hlutinni geti þróast í besta og versta falli. Og ég held að það sé gríðarlega mikilvægt að við séum búin að gera svona drög að því til þess að leggja fyrir ykkur hvernig við sjáum hvernig næstu misserum munu þróast, og í raun og veru enginn geti sagt neitt það. Við erum að horfa á löndin í kringum okkur og hvernig hlutinir eru og við sjáum að Spánn er búin að tilkynna það að það verður lokað fram eftir hausti landið og við erum að sjá það að Bandaríkin eru að þróast í mjög sérstaka átt. Þannig að heimurinn er undir og við erum ekki eyland þó við séum eyland í þeim efnum. Þannig að við erum að horfa til þess að hver dagur getur skipt máli og allt breytingum háð. En mér finnst aftur nauðsynlegt að segja frá því hvað ég ánægð með starfsfólkið og aftur með ykkur og þá samvinnu sem hefur verið upp á síðkastið. Og ég held að saman þá getum við tekist á við þær breytingar sem munu verða. Þú veist, þetta verður flókið og þetta verður alveg örugglega erfitt, en ég held að við munum komast í gegnum þetta. En ég vil líka segja að eina ástæðu þess að svo vel hefur tekist til, þó ég ætla alls ekki að fagna of snemma, að við höfum tekið höndum saman og við höfum tekið þessari veiru mjög alvarlega og höfum tekið hlutina föstum tökum alls staðar í okkar kerfi og líka hér á Akureyri, og íbúar á Akureyri þeir hlýða og þeir hlusta á allt það sem fyrir þá er lagt. Og ég held að það sé eina ástæðanum fyrir því að við erum með svo fá smit hér sem raun ber vitni, einungis 30 sem hafa verið greind hér. En aftur, ég vil ekki fagna of snemma. Við höfum séð hvernig þróun hefur orðið vestur á fjörðum og við höfum nú þegar sent bakverði þangað til þess að hjálpa til
og svo höfum við séð að í Singapúr, þar sem hlutin virtist vera í enni góðum málum, þar eru smitin að rjúka upp. Þannig að ég bið ykkur að fara varlega og alla íbúa. En eins og í umræðunni áðan, varðandi til dæmis rafræna þjónustu, það hefur mikið gerst undanfarið og það mikið að gerast og til dæmis varðandi íbúa-appið þá það núna komið til stefnu og stefna núna í smíðavinnunni. Við erum búin að leggja línunar, þannig að ég hlakka mikið til að sjá afurðina og ég vonast til þess að það verði allt í þeim anda sem við viljum og svo getum við að sjálfsögðu fengið meira inn í appið eftir sem við viljum. Tæknin hún líka leyfir okkur það að við getum í þessu rými, þessu fjarfundarými, við getum brotið hópana upp og átt verið í vinnu í minni hópum og ég held að það sé líka kannski gáfulegt. Og það sem við höfum séð í húsnæðismála umræðinni núna síðustu vikurnar að mögulega þá getum við verið í enn minna húsnæði og breytt starfsháttum sveitarfélagsins enn meira og ég held að það sé sérstök umræða þegar faraldurinn genginn yfir, hvernig við sjáum það fyrir okkur. En 8. apríl þá var gleðileg stund þegar fyrsta skóflustungan var tekin við byggingu Klappa nýja leikskólan sem nú rís við Glerárskóla og verklok áætluð í ágúst 2021 og ég ger ráð fyrir að þið hafið eins og ég heyrt áðan sprengingarnar og það alltaf ákveðið gleðiefni að heyra í tækjum og tólum vera komin á fullt og það verður mjög gaman þegar þessi skóli tekur að rísa. 14. apríl þá satt ég fjarfund með sambandinu stafræna þróun þar sem rætt var verkefni sem sveitarfélögin eiga í samvinnu og hvar tækifæri liggja í frekari samvinnu í þessari stafrænu þróun og það framundan ráðstefna 12. maí stafræna þróun sveitarfélaga og ég verð þar með erindi og þar ætla ég að ræða tækifærin sem felast í COVID eða sem sagt í post-COVID, nýjum starfsháttum, velferðartækni og fleira og það gaman að segja frá því að það mikil umræða inn í þessum hópi það að sveitarfélögin geti átt í miklu meiri samvinnu stafræna þróun og við séum ekki hvert í sínu horni að gera frábæra hluti, heldur séum við að finna bestu lausnirnar sem við leggjum fyrir sveitarfélögin og þannig að við séum að nýta okkur kraft fjöldans og að fá þá lausnirnar á góðum verðum og að fara í innkaup á lausnum, alveg sama hvort að það eru stórar eða litlar lausnir, en að við gerum það sameiginlega en ekki hvert í sínu horni og lögfræðingar sambandsins hafa nú þegar kannað það hvort að það sé andstætt samkeppnislögum og svo ekki. Þannig ég held að þarna séu falin fjölmörg tækifæri sem við eigum sannarlega að nýta og ekki að vera hvert í sínu horni, heldur að gera hlutina saman. 15. apríl þá átti ég fund með hverfisráði Hríseyjar varðandi hugmynd þeirra Sittaslóð hugmyndafræðina fyrir Hrísey og við erum komið með þetta mál í farveg. Sittaslóð samtökin það eru hugmyndafræði svona hæga lifnaðarhætti og nú þegar Djúpavogur hluti af Sittaslóð samtökunum sem eru ítölsk samtök og sem eru út allan heim og þetta geti verið spennandi verkefni fyrir Hrísey en við þurfum að koma þessu í farveg með hverfisráðinu og 17. apríl þá satt ég fund með SSNE stöðuna í landshlutanum en landshlutasamtökin að safna upplýsingar stöðuna og þannig að til verði greinargerð fyrir kjörna fulltrúa sveitarfélagana, Alþingi, stjórnendur sveitarfélaga og atvinnulífið og við tókum þarna ákvörðun bæjar og sveitarstjórar að við myndum hittast vikulega og ræða málin og á þessum vettvangi og það bara mjög gott að við getum skipst á skoðunum og verið svona í góðu sambandi gegnum þetta og mér langar til þess að segja það líka það góða sem hefur gerst nú í vetur með öllum þessum áföllum sem hafa riðið yfir þetta svæði óveður og fleira, að böndin milli bæjar og sveitarstjóra hafa styrkst verulega
og við erum í ofsalega góðu sambandi allir bæjar og sveitarstjórar hér á svæðinu, allt frá Fjallabyggð og austur til Langanesbyggðar, og það mjög dýrmætt fyrir okkur öll og við leitum hvert til annars með ráð og svona með stuðning, þannig að það mjög gott. Þannig sama dag var aðalfundur Norðurorku, okkar góða og stöndu og félags og mér langar til þess að taka undir orð sem sögð voru að sjálfsögðu Norðurorka eitt af okkar gulleggjum og okkur ber að fara vel með það og nýta vel í þágu samfélagsins okkar. Og svo í morgun þá átti ég fund aftur með SSN skýrslu sem unnin var með þeim velferðartækni og sameiginlega vinnu hér á svæðinu í framhaldinu, þar sem við vorum að ræða möguleikana sem gætu skapast þar og ég held að það séu fjölmörg tækifæri. Mér langar líka til þess að segja ykkur frá því að því við vorum að tala bæði velferðartækni og rafræna þróun, þá erum við að munum við taka upp viðtöl við skjólstæðinga fjölskyldusviðs og búsetusviðs í gegnum hugbúnað, Köru Connect og eins og Reykjavík hefur verið að gera og fleiri sveitarfélög. Og þannig erum við að jafna aðgengi og auka aðgengið og bæta þjónustuna við íbúana okkar. Og það fullt af fólki sem treystir sér ekki endilega út úr húsi, en þetta opnar tækifærin til þess að eiga samskipti við ráðgjafana okkar og starfsfólk. Þannig að þetta mjög jákvætt skref og ég held að við munum skoða enn fleiri slík rafræn skref í framhaldinu. Ég sjálf hef verið átti rafræna fundi, sem sagt annaðhvort á Zoom eða Teams, með íbúum sem hafa óskað eftir viðtölum og það hefur gengið mjög vel og ég mun bjóða upp á það framvegis. Þannig að íbúar geti annaðhvort óskað eftir fjarfundi eða snertifundi. Þannig að ég vonast til þess að það geti orðið til þess að fleiri leiti til mín og það verði ekki það eru ansi margir sem leita til mín, en það muni verði til þess að það verði einfaldara fyrir fólk að eiga fund með bæjarstjórunum. En að öðru leyti þá vil ég bara þakka ykkur fyrir gott samstarf og góða samvinnu síðastliðnar vikur og ég vonast til þess að við förum nú að sjá í land með þessa blessuðu veiru. Takk. Það bæjarstjóri Ásthildur Sturludóttir lokið máli sínu og dagskrá fundarins þá tæmd. Eftirtaldar fundargerðir eru lagðar fram til kynningar. Bæjarráð 8. og 16. apríl, frístundaráð 8. apríl, kjarasamningsnefnd 7. apríl, stjórn Akureyrarstofu 16. apríl og hægt að nálgast þessar fundargerðir allar á heimasíðu bæjarins. Ég segi þá fundi slitið klukkan 18:44. Takk fyrir góðan fund.